Þessi þáttur í boði Smass, þetta súkkulaðihúðað snakk með smá saltbragði, alveg hrikalega gott og þetta norskt súkkulaði sem Nói Sirius að flytja inn. Þetta kemur í nokkrum svona útgáfum, það 100 gramma snakkbókar, 200 gramma snakkbókar og svo nýjungi þessari línu, það eru svona Smass súkkulaðplötur. Þetta nammi sem allir verða að smakka. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Án þeirra gæti ég ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur að sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgi ég Bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Hvað eru búin að taka marga þætti saman? Ég og þú, 30 eitthvað. 30 eitthvað? Já, ég nefnilega skoðaði daginn. Ég tjekkaði hvort þú var búin að uppfæra playlistan hana því þú ert með playlist yfir einhverja sko. Og þá voru 24 þættir og ég heyrði það vantar helling. Herðu, ég ekki standa mig nógu vel í því? ég held að við séum búin að gera 31 eða 32 sko. En það alltaf ef maður telur two-parter sem 2. Já, þeir eru 2. Ég meina, mér finnst það. Já. Og við erum byrjaróli. Þetta eru með í þættinu. Þetta samt, já, 30 eitthvað. 30 eitthvað þætti maður. Það er crazy. En það samt fyndið að því hversu margir að þeim eru solo. Þeir eru ekki alltaf margir. Nei, þú ert búin að koma til mín í ykkur keppnir og mér alltaf mána og svona. Það er svo fyndið. Ég kem hérna fyrst alveg einn, svo næsta, þá bara svona, heyrðum, ég kippa besta vinnu mínu með og svo losna ég ekkert við það. Nei, ég ætla að segja, ég að kenna. En við verðum einn daginn að gera horror 2. Já, horror 2. Já, ég geymið það maður. Já, við verðum vel að gera það, en þá sko, það eitt sem stressa mig við það ef ég fæ, þú veist, sömu gesti og einhvern sem taka sama topic. Já. Svo sem ekki að fara yfir nákvæmlega sama við fórum yfir síðast. Já, nei, þú veist, við þurftum bara að skoða svona meira aðhlið og þú veist, fyrst var það meira aðhlið, þá var það bara modern og gamalt og hvað við höfum gaman af og hammer og eitthvað hannig shit, sko. Já. En ég held að við myndum bara þurfa að finna eitthvað svona, kannski fara meir út í svona, við tölum náttúrulega eitthvað asískar og svoleiðis, kannski. Já, einmitt. Tækla meira fórum, við fórum náttúrulega út í Gonjiam og The Eye og svona. Gonjiam, maður. Var ég búin að sjá hana þá? Já, ég var búin að sjá hana þá. Já. Alveg rétt. Tölum alveg, það var alveg heill kapli. Já, einmitt. Þetta, því þú varst þá varstu bara að horfa á hann eitthvað nýverið. Frá mínum meðmælum, eins sjálfgjaf þau eru. Já, þú varst með þau meðmæli og svona alltaf Succession. Já. Ég mæla ekki oft með hlutum, en ég venjulega hitt í mark. Já, en Yu-Gi-Oh! Er ég að fara að tjekka því? At your own risk. Ég held ég sé ekki að fara að tjekka því. Herðu, förum bara svona bráðum að kýla á þetta. Og fyrir ykkur sem eru að horfa, við erum með aðeins öðruvísi setup inn í stúdíónu. Þetta er ekki mitt setup, en þetta er sama stúdíó. En maður er vinkonum að taka upp podcastuna rétt á hann, Kitta. Já. Hún er podcastið myndið fullorðins. Og ég sagði með hann að það var labb út, ég sagði, má ég hafa þitt svona í svona einum þætti? Og mér finnst eitthvað gaman við það að fá þig, þú ert búin að koma oftast til mín. Og nú ert þú að koma í eins og þetta var uppróða. En verður þessi þáttur þá gefin út á síðunni hennar? Já, það er svo gefin út á síðunni hennar og á minni síðu. Við erum að fara að tala um Óli. Við erum alltaf búin að tala um allan, ég ætla að blóta. En ég maður blóta. Það er ekki barni hérna? Allan anskota. Litla frænka mín, hún blóta þann daginn og það var ógeðslega að fyndið. Hvað er hún gömul? Hún er ekki orðin 5. Og hvað sá hún? Hún droppaði F-bombunu, sko. Bara fuck? Já, og ég spurði mömmunar sem er systir mín. Ég spurði hana, hvenær byrjaði JB að blóta? Hvað er maður JB? Hún heitir Jóhanna Björk, sko. Og hún er ekkert byrjað að blóta. Ég ekki að heyra það fyrst. Þingur heið. Já, og ég spurði, hún hvað sagði hún? Það var fokk, sko. Hún bara, þetta hefur hún heyrt frá einhverjum kennar á leikskólanum. Þetta var svo gott, sko, því ég var í Eyjum daginn, ég var hjá tannlækninum og ég nýtti með það alltaf, ég fer til Eyja
til tannlæknis þá bara any excuse to see the family sko. Já. Og og ég fekk að eyða smá degi með litlu frænku mína svo ég fæ ekki að sjá hana það oft að ég náttúrulega bý í bænum og við vorum að endura að dúkkuhúsinu hennar því líki luxusinn sem ég fekk maður og síðan var hún að endura hún var þetta og en síðan var hún svona, hún stoppaði síðan svona skoðaði dúkkuhúsið og síðan bara svona fuck og ég var svo taken aback heyrðu Hvað lærður þetta? Áttu samt, og bara stutt, fyrst að tala þetta, áttu upp á blótsýri? Á ég upp á blótsýri? Já, þú mútt vera 1 ár. Sko, fuck mest versatile. Það nú málið! Þú getur sagt svo mikið með því. Ég getur notað allstaðar og... Þetta ekki beint blótsýrði, en mér finnst óf rosalega fyndið, þegar einhverju kallaði það. Óf? Já, þú veist. Þess að O-A-F? Já. Mér finnst það rosalega fyndið. Finnst þið það fyndið? Já, ég var að horfa á myndbandum daginn af 3 gæðin sem ég fylgist rosalega með á YouTube. Hann bara, why did you do that to me, you big oaf? Og ég svona, music to my ears. Music to my ears. Ég veit ekki, blótsýrði, já, fuck. Fuck. Í alveg það að gera svo mikið með því orði. Mér finnst það geggjaorð. Já, líka, þú veist, og það besta að það þarf aldrei, þú þarft ekki eins og að vera sagt í neikvæðinu eins og þú veist bara, djúð, er þetta fucking góð maður? Já, djúð, þetta fucking góður í einhverju. Já. Ok, hættum að tala um blótsýrði. Já, við vorum já. Þetta var mér að kenna. En þú byrjar að tala um þetta. Að frænkan hefði verið að blóta það. Guilty as charged. Nei, ég byrjar að tala um þetta. Já. Skiptir ekki máli. Við erum að fara að tala um eitthvað allt annað núna. Við erum að fara að tala um bíómyndir, eðlilega, sem eru byggðar á bókum. Yeah. Og þetta eitthvað sem kom frá þér. Já. Og við vorum búin að tala um fyrir einhverju síðan og það eitthvað sem ég vil ennþá gera, alveg saman þú sem ég gera þennan þátt. Og það að gera Stephen King þátt. Já, alveg rétt. Þú veist, það getur verið þessi 2 áriða, skilur. Já. Og mér það er langt sem við tölum meira um það fyrst, sko. En myndir sem við byrjar á bókum, það var rosa mikið sem kemur til greina. Og af því að við erum búin að tala svo mikið í þessu stúdíu, við erum búin að tala um svo marga myndir. Já. Það langaði mig að nýta tækifæri, því mér finnst það góð hugmynd. Þetta er næsti sóloþáttur hjá okkur. Og mér langaði að nýta tækifæri kannski koma með eitthvað myndir sem við höfum ekki allavega að tala mikið um og kannski bara yfir höfuð hafa ekkert mikið rættar í podcastinu. Þannig, þú veist, ég er ekki að koma með Jaws, ég er ekki að koma með Godfather, þú veist, við coverum það ég hef gert Godfather þátt og við tölum um þetta í top 10 þættinum. Ég er ekki að koma með Shining, þú veist, ég hef ekki gert Stanley Kubrick þátt og eitthvað svona. Þannig að mín nálgun var að finna bara, þú veist, auðvitað myndir sem er mjög góðar og sem langar svona kannski að benda aftur á, ég er ekkert að fara að koma með eitthvað sem enginn hefur heyrt um, þetta er ekki alveg þannig listi. Það var þannig mín nálgun að ég vildi svona það hljóma svo fyrirlega. Ég var að forðast mínar uppáhalds að því ég tala svo mikið um þær í podcastinu. Koma þá með einhverja aðra titla, líka bara titla sem ég kannski að fá þitt álit á, eitthvað sem við getum rætt svona okkar á milli. En þú veist, þín nálgun, því ég er auðvitað búin að vera í öllum þáttunum mínum, þannig ég er búin að tala svo marga myndir. Þú lýgur. Hver var þín nálgun? Er þetta uppáhalds myndin einar byggðar á bókum? Nei, í rauninu ekki, sko. Ég hef ekki verið duglegur að lesa mikið aftur upp á árin, sko. Ég var rosalega lestraðastu þegar ég á bad, sko. Ég las bara bók eftir bók, sko. Síðan fór ég að, svo datt ég smá úr fiction, en ég byrjaði þá mestmegnis að lesa teiknumyndasögur. Bara því, ég átti aðeins auðvitað með að dettin í teiknumyndasögur en skáldsögur, að því að lesa skáldsögur eftir smá stund, sérstaklega eftir ákveðna höfunda sem þú þekkir og svona, þá byrjar að svona immersionið byrjaði aðeins að hverfa hjá mér. Finnst þér að vera því það eru of langar? Nei, það er bara, þú veist, heilan á mér, þetta er svona eins og, þú veist, þegar þú sitið í, þú ert að horfa á bíómynd og það smellur eitthvað á hausnum á þér og þú fattar hvað er að fara að gerast, svona, þú veist, þessi svona óútskýranlega hlutur, þú einhvern veginn svona, þetta er tvistið. Já. Og þú veist, en þú segir það ekki, en svona, ég veit nákvæmlega hvert þessi mynd er að fara. En það er svo mikill munur á því finnst mér á mynd, að því mynd getur verið 90 mínútur upp í 2 tímar, en þegar ég er að lesa bók og ég er búin að fatta, hann er morðinginn, á blaðsíðu 20 og ég á 100 og eitthvað síður eftir, þá immersion er alveg horfið. Já, þetta er alltaf miklu meira svona, þetta er miklu meiri skuldbinding að fara að klára heila skáldsögu.
og það tekur mér svona smá úr því þegar ég er farin að sjá hvert formálan er að fara og einhvern veginn svona, þá ég miklu meira að byrja að krifja þetta á meðan ég er að lesa og ég vil, þannig að þegar ég hætti alveg að detta inn í bækur þá er það svolítið sett ég skáldsögur til hliðar, fór bara að lesa teiknumyndasögur af því ég meina visual aidið hjálpaði þá svona þú ferð svo hratt í gegnum fokking myndasögu frekar algjörlega, alveg svona hversu þykkar þú ert alltaf fljótur að lesa bara og ég hef alltaf verið líka mjög fljótur að lesa bækur þegar ég er dett inn eða þess vegna gæti ég alltaf verið að lesa sem barn það er hauga bókum heima en þá byrjaði ég rosalega mikið að lesa non-fiction og ég hef lesið tonna non-fiction og meira þess að ekki einhvern bara non-fiction ákveðna atburði, bara líka sálfræði, heimspekibækur og svoleiðis. En síðan, núna síðustu ár það er ég búin að vera að reyna að koma mér aftur inn í skáldsögur. Sama hér. Það er næs þegar maður getur það, sko. Það er nefnilega þess að lesa. Já, og líka, fara þá, reyna að finna sér bara, alveg, ég hef ekki lesið þennan rithöfund, eða ég hef bara lesið eina bók eftir þennan rithöfund, þannig af hverju ekki að eins og ég las rosalega mikið King þegar ég var yngri og svo á ég prósa bækunar hans Alan Moore, það er ekkert djók að lesa sko. Hafið þið hvað prósa bækur eftir Alan Moore? Já, það var Jerusalem og hvað heit hún, Fire eitthvað, Out of the Fire eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað hann heitir eitthvað svoleiðis skáldsögur eftir hann, já en þær eru sko eins og Jerusalem er held ég alveg 1100 síður eða eitthvað, hún sko og er hún þung? Er það að lesa? Já, hún er mjög þungað því hún er svona þetta er eiginlega svolítið svona að kalla þetta narrative er ekki rétt, þetta er meira svona hellingar svona þetta er hellinga atburðum sagt í svona eins og í vinjættu formi það er heill kafli sem er tilengaður svona ufsagrílu, svona gargoyle og hvernig þetta gargoyle sér bæinn sem hún er í og það er bara bla 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 og svo er það bara búið, fattar þú, og það er svona þannig að þetta er rosalega svona þú getur ég er ekki að lesa nei, hún er tough read sko, svo las ég líka mikið Thomas Pynchon gæðin sem skrifaði Inherent Vice sem var Paul Thomas Anderson já ég hef lesið bækurnar, þær eru góða Gravity's Rainbow er ekki fyrir alla en er búið að gera bíómyndir eftir mörgum hans bókum? Nei, Inherent Vice var fyrsta og er það enn þann dag í dagina? Já, ekki nema Paul Thomas Anderson sé að gera Vineland sem ég held að hann sé að gera sko. Þess nýjasta myndi sem hann að gera núna? Já, því það er búið að sína einhverja svona set photography og eitthvað og þú sér að DiCaprio er að klæða sig eins og einhver hippa fjandi og ég er svona, aðalkarakterinn í Vineland var partur af 70s hippa-hreyfingunni þannig ég er svona, er hann að gera Vineland? Ok en hann vill þá ekki segja? Nei, það er ennþá bara alveg undisclosed hvað hann er að gera sko. Já, hann er ekki mjög upp titla neitt? Nei, það er svona all speculation sko. en aftur að topikinu nálgunum mín á þetta fór bara að því ég náði að dett inn í það að lesa þess aftur og þá fór ég bara ég pitchaði þér þennan þátt með svona að því við erum rosalega ég og þú eða þú og Máni eða ég, þú og Máni við erum rosalega duglegir að taka topics halda okkur við topics og svona þá er það Indiana Jones, Star Wars, Batman Rocky, það er þetta bara við tveir en besti þátturinn er ennþá upp á stað það er svo góður ég mæla alltaf með honum fyrst þegar fólk spyr bíóblaður sem ég er í sko. Ég bara tjekka á Rocky þetta hann er geggjaður. Hann er góður. Ok, sorry, en hvað sér við erum alltaf að tala eitthvað svona topics. Þannig að ég hugsa að ef við tökum myndir sem eru byggðar á bókum 5 á manni eða eitthvað þá það er svo mikið range þarna sko, og þá það gefur okkur eiginlega svolítið svona tækifæri á því að taka svona gott svona alhliða spjall aftur að þau geta alveg verið skemmtileg líka sko. Já, ég er 100% sammála og þegar þú komst með þessa hugmynd þá ég stökk bara á það strax því ég sá fyrir bara, vá, það er svo ógeðslega mikið af bíómyndir sem eru byggðar á bókum og við líka leyfðum okkur, taka það fram, við leyfðum okkur þetta líka hafa þetta svolítið opið, einu svona skilurinn sem við svona ákváðum kannski svolítið í sammenningu er að við erum kannski ekki að taka beint eitthvað svona eitthvað ongoing, eitthvað overage sögu eða, en svona eitthvað graphic novels, ég bara taka eitthvað dæmi núna, eins og From Hell við smíðist það allt annað heldur hann að taka kannski eitthvað Spider-Man sögu eitthvað svoleiðis, það er líka ofta ekki nefnilega byggt bókstala á okkur einni sögu. Nei, en líka var ekki líka bara reglan með svona eins og eitthvað eins og Lord of the Rings og svona, þú veist, og það er líka, þú veist
þegar þú hefur tekið það Cher og þú hefur tekið Harry Potter en þú veist, ef maður að gera top 5 lista og þú hendir Lord of the Rings, þá bara svona ok, þarna fóru 3 slots Já, nei, við erum ekki með það og við erum ekki með Dune. Nei. Að því þú talar því það byggt þessar 2 myndir eru beðar á fyrstu bókinni. Ég heyrði að þú varst ekki að hrifna þessari seinni. Ekki eins, ég var hrifna af fyrri. Já, ég er núna búin að sjá báðar Dune-myndina 2 svar. Ég fór á fyrstu í bíó, svo sá ég hann ekki aftur fyrir en ég var að fara á Dune 2 að því ég fór á double featureið. Ok. Og sem var geggjað og ógeðslega gaman að sjá það back to back. Já, ég trúi því maður. Og síðan fór ég aftur við Rakel, hún var ekki búin að sjá fyrstu, sko. En fóru 2? Nei, ég fór með Rakel á double feature. Já, ok. Þannig að hún fekk að sjá báðar myndinar í fyrsta sinn double feature, sko. Back to back. Yeah. Það er geggjað maður. Það var alltaf svo immersed. En síðan fór ég aftur á mynd nummer 2, þá fór ég í seinnaskipti með Mána því hann var hann er eins og hann spurði hvort ég væri búin að sjá hana og ég sagði já, við Rakel fórum á double feature, sko. Hann sagði, alveg, myndir þú vilja sjá hann aftur? Já, ég er alveg game, sko, og þá sagði hann sagði, alveg, hvað sagði hann? Þetta var ógeðslega fyndið. Hann sagði, mér langar alveg að sjá hann, en ég er ekki að fara 1 á 3 tíma mynd, sko. Ok, getur hann ekki verið 1 á 3 tíma mynd? Ég veit það ekki. Máni er eins og hann er. Já. Það er bara þannig. En hvor fannst þið betri? Ég var hrifnar af seinni, sko. Þú varst hrifnar af seinni? Já. Mér fannst hún rosalega löng. Mér fannst hún langdregin. Fannst þið það? Mér fannst hún langdregin. Mér fannst bara allt líða svo hratt, sko. Er það? Mér fannst eiginlega ekkert gerast fyrir en að Austin Butler kemur. Já, minn maður. Hann geggjær þess að með. Fun fact Austin Butler. Hvað er það? Hann er náttúrulega þekktur fyrir röddina sína. Það er vinsælt á TikTok að bæta við hana and Austin, þau hefur ekki séð þetta. Nei, hvað er það? Það var eitthvað svona, þau voru að taka upp á premiérunu, þau voru að kynna sig. I'm Timothy Chalamet, Zendaya, svo kemur hann inn and Austin. Þetta er farið út allt á netið. Fun fact, fyrir 7 árum næstu því, þá náði ég að láta hann senda systur minni personalized message. Hæ, áhverju? Bara? Nei, þú veist hvernig? Sem sagt, systur mín, Manu Bennett, félagi minn. Já, leikarinn. Já, hann fjölskylduvinur okkar. Hann og Austin voru saman í einhvern þáttum. Og þeir voru á einhverju svona Comic-Coni saman. Og við erum alltaf með hann á Facebook, fjölskyldan og Instagram og svona. Og Svala sá að hann og Austin voru á þessu koni og hún spurði mig hvort að ég geti plata Manu í að gefa henni að láta Austin árita eitthvað. Já. Ég hafði bara samband Manu og við fengum Austin til að senda systur minni svona personalized message. Þetta var áður en það var huge. En af hverju? Fyrir hvað? Því ég var bara eftir að sé hann í Once Upon a Time in Hollywood fyrst. Já, ég held að þetta hafi verið Shannara Chronicles eða eitthvað svoleiðis. Þetta var eitthvað svona, þú veist, þegar hann er ennþá on the up and up, sko. Já. En þetta voru einhverju svona töfra þættir eða eitthvað, systemi var svo rosalega skotin í honum, sko. Og svo fyndið, hann segir þetta í þessu myndbandi, það er því Manu með Símon og segir, hi Svala, it's Manu, og hann kemur, and Austin. Nei, ég ekki sýndir þetta eftir. Nei! En hvernig finnst þér hann, bursið frá þinni persónulegu tengingu við? Já. Hvernig finnst þér hann sem leikari? Ég elska hann. Já, mér finnst hann ógeðslega. Ég dýrka Austin Butler af því það sem mér finnst þér að algjörlega tapað hjá leikurum í dag, ekki þessum eldri, ekki þessum veturins og ekki þessum sem eru, þú veist, núna 30 og plus. Það sem mér finnst alveg vanta er distinction milli karaktera. Þú veist, eins og, þú veist, mér finnst Timothy Chalamet rosalega góður, en hann er alltaf með þetta hár og hann er alltaf, þú veist, og hann hljómar alltaf alveg eins nema ef hann skiptir aðeins hreim, þú veist, hann er kannski með bandarískan hreim hérna, hann er með breskan hreim hér. Austin, hann, þú veist, það er ný rödd every time og ég elska þeirra leikarar að gera þetta. Þannig að þú er kannski að tala eins og Gary Oldman er þannig, eða Christian Bale, það er ekki alltaf eins. Já. Og mér finnst Austin, líka hann er að gera svo rosalega rétt núna sem leikarar eiga að vera að gera. Hann er ekki að festa sig við neitt, en hann er líka, þú veist, hann er ekki að velja myndir, þú veist, hann er ekki að velja hann er að velja sér leikstjórana. Þú veist, hann er alveg með gott kaliber af leikstjórunum sem hann er að vinna með,
einmitt. og þetta það sem þú ættir að vera að gera til að svona koma þér inn. Og hann virðist líka vera, ég var reyndar að horfa á Masters of the Air. Já. Þeir reyndar að vera góðir, hefur þess búin að sjá það? Nei, ég er komin að sjá. Hann allir í einu aðalturkunum þar. Já. En hann virðist að leika í þáttum. Já. Hann að leika í Dune, eitthvað svona big budget, svo var hann alltaf svona aukalutverk í Once Upon a Time Hollywood. Svo eru orðrómur það að hann að leika í Heat 2. Já. Sem ég held að gæti orðið eftir til hans bókina. Það held ég gæti orðið klikku, sko. Já. Og ég held að það sé ekki búið staðfesta að hann sé að leika Val Kilmer hlutverki. Já, það make a sense. Það geggja casting. Það make a sense. Þú veist, mér er þetta bara no-brainer. Já, ég var að hugsa þetta þegar þú varst að segja það, sko. Bara ef hann leikur þann karakter, mér finnst það spot on, sko. Spot on. En já, ég vil samt taka það fram, mér var Dune alls ekki léleg. En mér varst eins og þetta váfakturinn. Já. Það er svo erðan á hann aftur. Já. Ég fekk hann allir í fyrstu myndinni og mér var svo gott worldbuilding þar. Svo einhvern veginn fer ég á 2 og mér leið pínu eins og það þurft að endurskrifa 2-3 Já, þessu upp á að vera þéttari, sko. Já, ég get alveg séð það, sko, en ég upplifði þetta öfugt, sko. Ég sá fyrstu Dune og mér fannst hún bara, þú veist, ég var bara, já, veistu, hún var góð. En það var skæna vitt, sko. Ég kunna virða filmmekingið rosalega mikið og ég var svona alveg, og mér skeggjað hvað þið taka þessu alvarlega, bara hvað þið taka efninu alvarlega og þetta allt bara played straight og svona. En ég einmitt fekk hann váfaktur yfir myndum með 2, sko. Ég var eiginlega bara svolítið blown away, sko. Já, þú varst þar. Og ég var alveg bara, það var ekki að ég vil meira, ég þarf meira, sko. Svo er líka með eitt nitpick og það er, ég er ekki búin að lesa Dune, þannig ég þekki sögun ekki vel, bara ekki neitt, fyrir bara fyrstu myndina. Og það er búið að lofa okkur einhverju svaka barda, svaka óorustu, svaka stríði og að búið að byggja það upp og ég held að fyrsta myndi væri svolítið mikið set-up sem ég er alveg til í það. Mér veist ég fára svo lítið payoff í númer 2. Ég held að kæmi svona Helm's Deep en það var ekkert. Já, nei, skilur hvað við? Ég skil það, sko, en ég einhvern veginn bara, ég einhvern veginn var ekki búin að leggja það saman, sko. Ég var svo immersed að þegar hvað heitir hann? Fade Rauta. Já, Fade Rauta. Eitthvað. Þegar hann og Paul Atreides mætast, þar var ég bara svona, þú veist, ég var svo alveg bara tilbúin fyrir það, ég bara, djöfull geggja climaxin er bara svona one-on-one. Já, sko, mér var sá fight geggjaður. Alveg bara flott hasardriði. Ef að myndin hefði bara endað þar, eins og hún gerir, allt í góðu, ef ég fengi líka cool, kannski eitthvað svona stríð. Mér fannst þetta að vera rosa mikið bara svona ormandi koma, ég þetta 3, Zendaya drepa 2 og svo bara klipptu þér í barðan villi, pínu svona, hvað, að það búið að lofa okkur þessu í 2 myndum. Og svo heyrði ég var að rögla þetta við félag minn á Instagram, þegar hann kom út myndin. Og ég var að nefna þetta, þú veist, þetta er bara svipaði sem maður fer á Two Towers og Helm's Deep hefur verið 4 skot eða eitthvað. Já, algjörlega. Sko. Og ég er ekki að segja að þetta stand og falli bara með einhverju loka orðstu, en það er alveg verið cool að fá okkur svona í endan, eitthvað epískt dæmi, en þá sagði hann eitthvað, þessi fremmens, þeir bara rústa hvað sem er eitthvað. Og við þurftum þá ekkert að sína það. Mér finnst það skrýtin rögg. Já, ég meina, þú veist, þeir þurftu ekki að sína okkur Legolas skateboarda á skildinum hann og skjóta niður alla ferð, en þeir gerðu það. Þeir gerðu það samt og við fengum alveg epískt klæmast það. Já, þú veist, allavega svona lítandi á þetta frá þínu sjónandi þannig að skilji kannski svona hafa fundið svona fyrir smá letdown, en ég einhvern veginn, þetta kvarlaði ekki einu svona að mér. Ég var bara svo immersed í karakterunum og öllu því, sko. Já, ég með þess að segja, þetta er alls ekki léleg mynd, en við erum ekki að tala við erum búin að tala Dune. Sem allt í góðu, það er mynd sem er byggðarbók, eða myndir sem er byggðarbók. Við ákváðum, eins og segja, hafa allan að tækifæri á því að tala líka eitthvað svona graphic novels, ég veit ekki hvað er best íslensk orðið við það er ekki myndasaga. Grafísk bók. Ég veit það ekki. Og þegar við vorum búin að settast á það, og við líka vorum búin að ákvæða það að við mættum vera með kannski eitthvað biopics,
það er svona based on a true story dæmi. Þú veist eins og þú gætir sett Oppenheimer því hún er byggð á American Prometheus. Nákvæmlega, þannig að þú veist, þá opnast þetta ennþá meira og... Sem er bæðið mjög góð bók. Já, ertu múin að lesa hana? Allar 800 eitthvað síður. Já, ég gluggaði þessi í hana í einhverju bókabúð, bara Jesus, mér finnst það svo mikil doðrantur og bara lítið letur og bara svo þétt. Hún er huge, sko. En allavega, ég valdi ég ætla ekki að segja strax hvað en ég valdi þá, þannig titla, mögulega. Það er eitt sem ég er líka að taka fram, af þessum 5 myndum sem ég er með, þá er ég bara búin að lesa eina bók. Já. Og þú talar að þú ætlaðir að setja allavega það markmið eða þau skilir að þú er búin að lesa bókina sem myndi verið byggð á. Og ég bara, þú veist, það sem ég hef lesið, ég get bara sagt þér það núna. Ég er búin að lesa Jaws, ég er svona næst búið með Shining og ég las The Hellbound Heart. Veist, það er svona þegar ég hugsa út í, ég er búin að lesa Watchmen og eitthvað svona, en ég hugsa svona skáldsögur. Ég held að það sé það eina sem er eitthvað svona byggt síðan bíómynd byggðaði, sko. Já, en þú veist, bara svona nota bene, ég setti mér ekki það markmið, þú veist, að því ekki að því maður langar að tala hvernig þið virka sem adaptation eða þannig. Mér fannst það bara svolítið svona, mér fannst það gera mín picks bara svona skemmtilegri fyrir mig. Já, einmitt. Það er ekkert, þú veist, ég er ekkert að fara að nefna þessa mynd og síðan bara svona, en í bókinu var þetta svona við erum bara að fara að tala myndina, sko. Við erum bara að tala myndina og ég er ekki að spyrja út í hvernig er þetta öðruvísi? Nei, ég vildi bara hafa þetta svona, mér fannst það aðeins svona létta fyrir mig allavega. Já, bara svona... algjörlega. Ég byrjaði bara að skrifa niður bara eitthvað, þessi kemur til greina, þessi og ég var alveg komin upp í 30 myndir og svo svona siktaði ég mér langar að tala þessa vóla og svo þessa og það er eitthvað ástæður fyrir mínu vali á þessum myndum en áður að hendum okkur í listan erum við 2 spurningar. Fyrsta spurningi að því þú búin að lesa svo mikið hvað finnst þér þetta er kannski erfið spurning hvað finnst þér einkenna eins og góða skáldsögu? Hvað gerir góða skáldsögu að góðri skáldsögu? Að ég veit að þú getur auðvitað sagt þetta einhverja bíómynd en svona með skáldsögu að því að þegar þú skrifar handrit eins og veist, það er miklu meiri reglur, það er miklu meiri svona rammi svo að vinna innan í en með skáldsögur, það geta lyft sér alls konar, það geta verið sagt frá fyrstu personu eða þriðju personu lengdi getur verið alls konar það er miklu meira frelsi þannig að hvað finnst þér svona hvað er góð skáldsaga fyrir þér? Bara, ég myndi segja að góð skáldsaga er bara verk sem svolítið dregur þig rosalega vel inn í nýjan heim þú þarft ekki alltaf eitthvað crazy world building en þú þarft svolítið að setja gott skín yfir þar sem þú ert og hvar saga henni er að fara að gerast en líka það mikilvægast er bara eins og með kannski ekki allar bíómyndir ég menna sem bíómyndir gerir þetta ekki en fyrir bók þá þarftu oftar en ekki svona fyrir bók þá þarftu alveg verulega að vanda hvernig þú gerir karakterinn einu við þurfum að geta fyllt þessari manni sko, það þarf að vera ástæða fyrir mig að fletta sko. En líka bara skáldsa er eitthvað sem svona það er bara, annarkvort er þetta bara eitthvað með rosalega gott húk eða bara rosalega svona bara juicy efni í rauninni, það er rosalega vítt spektrum á hvað gerir góða bók en mér finnst bara þú veist, þegar ég byrja að lesa bók og ef ég tek bara eftir því að ég er ef ég er að halda áfram að fletta þá er það auðvitað það sem er að virka fyrir mig er bara ég er rosalega, þú veist, það er alveg búið að draga mig inn í þennan heim og með þessum personum sko og líka bara svona það er rosalega gaman að finna bækur sem eru skrifaðar í góðum stíl og sem eru með svona clean prosa og bara svona þú veist að því það er fátt leiðilega en að vera að lesa bók og þið finnst bara eins og þetta högta þegar þú ert að lesa þetta bara svona words loading það er bara what the fuck sko. Ég er ekki búin að lesa nærri eins marga skáldsögur þú, ég veit það ég hef lesið fleiri svona teiknumsögur
En svolítið eins og þú, þá var ég lestarhestur þegar ég var yngri og las svo mikið og alveg frá eitthvað svona Goosebumps bókum þegar ég var mjög ungur. Já, ég líka. Ég lærði bara rosa mikla ensku af þeim bókum á sínum tíma, þetta bara því ég er 11-12 ára eða eitthvað. Já. Og svo ég náttúrulega lesið, þú veist, Tinna og eitthvað Batman-sögur og síðan mér náttúrulega eitthvað skáldsögur og svona. En þetta datt svolítið niður hjá mér og ég er svona núna bara tildur að nýlega að byrja að lesa meir aftur. Já. Og mér finnst þetta svo ógeðslega gaman. Þetta næri mann alltaf verið svona að horfa á góða bíómynd að spila eitthvað góðan töluleik, þetta er bara allt annað. Þannig að þú veist, ég er svona alltaf detta meira með henni bækur, ég fann að lesa eitthvað svona Star Wars bækur sem er mjög gaman sko. Ég er meira gaman en núna að lesa góða Star Wars bók, hættu að reyna að horfa á eitthvað Disney Plus Star Wars þætti til dæmis. Mér varst mjög gaman, bara eitt dæmi að því ég var að lesa Heat 2 sem bæði finnst mér hræðilegur titill. Ef að Michael Mann gerir Heat 2 þá vona ég hann skýr hann ekki Heat 2. Já, það er alveg gott högt annað. Finnst þetta ekki hræðilegur titill? Jú, þetta er ekki gott sko. Ef hún myndi heita Hotter með þetta líkuðu skara. En eins og með þá bók More Heat. Af því þá ertu náttúrulega með handirsönd. Það er alltaf skemmtilega hvernig að skrifa bókinu. Þetta er náttúrulega vissulega skáldsaga sem að skrifa líka með annari mannesku, konu. En hún skrifur rosalega svona þú veist, þetta eru stuttasetningar og svolítið svona eins og sér að lesa næst í bara handrit. Og þetta er gaman að lesa þannig skáldsögu. Það er einmitt, aftur, það er svo mikið frelsi í skáldsögum, þú skrifa alls konar. En þar alvegandi, eins og þú ætlaði að lesa handrit, var oftast fljótur að lesa. Ég var bara enga stund með þessa bók, sko. Líka bara eitt sem enginn er góða skáldsögu er um þetta bara pacing. Já. Sumar geta verið leðilega. Já. Og það er erfiðara, heldur en að horfa leðilega bíó. Já, það er náttúrulega líka sumir snillingar sem nýta sér alltaf svona page-turner-trykki eins og fucking, hvað heitir fíblað þarna? Dan Brown, heitir hann það ekki? Hver einasti kafli endar á cliffhanger, það er óþolandi að lesa bækurnar hans. En langaði þá ekki að kíkja næsta kafla? Nei, þú veist, maður fattar alveg, þú veist, þetta er svona, ég veit ekki, þú veist, svona, hefur ekki verið að horfa á eitthvað svona miniseries og hver einasti þáttur endar á cliffhanger, það ertu svona, mér langaði að stoppa hérna, sko. Já, þú meinar það. Já. En það skiptir mjög miklu máli, því að lesa skáldsögu, það skiptir mjög miklu máli svona loka setningin í kaflunum. Það þarf ekki að vera eitthvað cliffhanger, það þarf ekki að vera eitthvað svaka page-turner, bara eitthvað svona cool, bara svona, úff. Því ég alveg fengið þau moment, ég lesa eitthvað og bara, nice. Geggjur setning sem þetta endar á. Já. Ég hef með svo, það er líka gott þegar maður að lesa hryllingsskáldsögur og þú veist, og kafli endar á einhverju svona looming og þá er maður bara svona, nei, þú veist, þóri ég að halda áfram. Og ég var á næstu síðu. Þú veist, eins og þegar ég var að lesa Woman in Black og einn kaflinn hann endar á því að hurðin sem var búin að vera lokuð gegnum alla vistina stóð núna galopin. Kaflinn endar á þessu. Endaði þar? Já, og maður bara svona, Ok, Óli, ég var að fara að kíkja á hana lista. Já. Veistu það, ég er með 7 núna, ég er að fara að kött út. Ertu með 7? Ég er með 7. Já. Ég ætla að kötta út, ég ætla að hafa til hliðar. Já. Við vorum að tala um það, þú varst að tala hérna rétt þannig að byrja. Að ef við værum kannski með sömu, þá var alltaf gaman að vera með eitthvað aðra. Já, ég er með eitthvað backups. Ok, ég er núna með 5. Já. Ég ætla með 2 backups og ef þetta klikkar en það bara allt hjá mér. Já. Sem er mjög hæpið, það er náttúrulega með fleiri. Já. En ég er með 5 myndir. Þú byrjar. Ég byrja. Þú gesturinn. Þetta er ekkert rankað, þetta er bara einhverja myndir. Já. Og þú kemur auðvitað með þinn rökstuðning og svona ástæður fyrir því okkur og valdir þessar myndir. Ok. Komdu með fyrstu myndina. Byggð á bók. Já, fyrsta myndin, byggð á bók, er ég ætla að segja, finnið, ég fór að hugsa um backupum mitt þarna. Því ég er með 5, sko. Þú er með 5, ég er með 5 líka. Herru, ég ætla að segja Coraline. Já! Já, vá, þetta kemur á óvart. Coraline. Bók eftir Neil Gaiman. Og það er kvikmyndin eftir Henry Selick, heitir hann. Já, sem að margir verðist ekki vita að leikstýri líka Nightmare Before Christmas. Já, það er því hún heitir náttúrulega Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Já, en samt svona alvöru nördar að vita hver það var sem leikstýri. 100%. Ok, Coraline. 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 Eins og Caroline, nema Coraline. Ok,
Komdu með það, áhvert pick, Coraline, langt síðan, ég hef séð hana, Já. en langt síðan, ég á hana á Blu-ray. Komdu með það, af hverju valdur hana? Sko, fyrsta lagi, lengi vel uppáhaldsbókin minn. Já, bara of all time. Já, bara lengi vel. Já. Bara svona, hún er stutt, þetta er náttúrulega meiri svona, þetta er ekki barnabók, en þetta er bara svona dark fantasy bók, svona eins og Alice in Wonderland og svoleiðis. Þegar þú segir stutt, Já. ertu að tala 150 blaðsjur? Já, eitthvað þannig. Já, ok. Þú veist, þetta er bara lítil bók, sko. Ok. Ég keipti hana einu sinni á leiðinu upp á flugvöll, af því að ég og pabbi minn vorum að fara að fljúga út. Keypt hana á leiðinu á flugvöllin og ég var búið með hana áður en hún kom niður í flugvöllina. Nei. Ég gæti ekki lagt hana frá mér, sko. Já, er hún svo góð? Já, hún bara, þú veist, bara a breeze og það er svo skemmtilega svona heimur sem hún býr til og þú ert svo vel immersed inn í þessum heim og hún er svona skemmtilega creepy á köflum, en svo er líka svona undirliggjandi hlutirnir þar sem hugsa, wow, þetta er gott stöf. En náttúrulega, en í myndin eru fleiri karakterar af því, þú veist, það er alveg karakterar í myndinni sem voru í bókinni, en til dæmis strákurinn sem Coraline hittir, YB, hann er ekki í bókinni, það er að því, þú veist, bókin er náttúrulega bara sögð frá perspektíf Coraline og hún er, þú veist, alveg ein og hefur eiginlega engan til að interakta við svona inn á milli, þannig að fínta adda einum karakter við og svona. En að þið ert búin að lesa bókina Já. og án þessu sem fara eitthvað að rýna í, hvað er öðruvísi? Þú segir þessi uppbóls, eða var lengi vel uppbólsbókin og greinlega fílar myndina, annars er vantilega ekki Já, ég elska myndina. En ef ég þyrft að stilla þér fyrir vegg, ég veit að tala um ólík form, en hvort finnst þér betra verk? Eða kannski meira uppbóld, eða skemmtilegra, áhugaverðara? Ég ætla að vera hlindari myndinni í þetta sinn. Já. Að því, sko, það eru hlutir sem ég fíla rosalega við bókina, sérstaklega eins og það sem er gefið í skyn varðandi göngin sem hún fer í gegnum á milli heima. Það er nefnilega gefið til kynna í textanum, alveg rosalega lúmst, en það er alveg gefið til kynna að göngin eru eitthvað lifandi. Eins og þetta sé, þú veist, kók, fattar þau eða eitthvað. Þú veist, það er alveg rosalega lúmskur prósið að einhver staðar inn á milli. En þú veist, hún finnur fyrir einhver far deeper, darker and older than the other mother. Og the other mother er náttúrulega. Og þetta er eitthvað sem hún fann fyrir þegar hún var að skríða gennum göngin. Og þú veist, og það er alveg svolítið í það í myndinu. Mér finnst það rosalega mér finnst það mjög creepy þegar það var gerst í bókinu, sko. Og textin í bókinu er algjör snild, en þú veist, til að byrja með, myndin er stop motion og wow, ef það var bók til að adapta yfir í þetta format þá var það Coraline, sko. Ég ætla að spyrja út í það, því að þú last bókina á myndina, er það ekki? Nei. Sástu myndina fyrst? Ég sá myndina fyrst þegar hún kom út. Ok, en þú veist, þegar þú lest síðan bókina, og ég veit það er erfitt að segja til að þú ert búin að sjá myndina þegar þú lest hana, var þetta ekki svona rétt nálgun? Mér fannst það bara mega sense meðan ég var að lesa bókina, því þetta var annarkvort að fara að vera stop motion eða teiknumið, sko. Þetta er ekki, þú veist, þegar þú ert að lesa þetta, þú svona, wow, þú ert ekki að fara að setja þetta í live action, sko. Það bara myndi ekki mega sense. Ok, hvað finnst þú um það? Það hefur verið talað lengi vel, bara unfilmable. Já. Skáldsögur, það er bara ekki hægt að taka þetta upp, það er bara ekki hægt að búta mynd úr þessu. Ertu sammála því? Eru til skáldsögur sem er bara ekkert hægt að búa til einhvers konar, hvað sem það er, stop motion mynd, teiknumynd, live action mynd? Nei, ég meina Stanley Kubrick sagði if it can be written down or thought up, it can be filmed. Já, ég meina, ég var að hugsa það, Kubrick sagði það, þú getur gert hvað sem er, og það er búið að taka alveg upp í dag margar skáldsögur sem var búið að segja á sínum tíma, bara það er ekki hægt að gera bíl. Ég held að þegar fólk er að tala um unfilmable, það er það bara að tala um, sko, að það er ekki hægt að setja þetta í myndform, það er bara, þú veist, að því... Mér ómikil saga, kannski. Ómikil saga og bara svona, hvernig myndur þú segja þetta í, hvernig myndur þú nákvæmlega að taka allt þetta, því bækur geta verið svo dense, og þú veist, eins og það vantar alveg hellingi í Lord of the Rings myndar, en það eru alltaf bílaslega fucking góðar. Já.
Það viltu að meina kannski eins og ef einhver hefði sagt, ok, þú maður gera Lord of the Rings og það er ein mynd. Já. Það er ekkert hægt. Nei. Þú veist, það væri hægt, ég menna þeir gerðu 3 ára þeim. Já, en þú veist, af því að, þú veist, gera í rauninni, lengi vel á plana að gera 2. Já. Ég held með þess að Bob Shea hjá Núlan hafi sagt, gera ekki bara 3? Já, einmitt sko, því þeir settu líka til dæmis fucking köngulóa viðbjöðurinn, Shelob. Hún einmitt ég held að hún sé í bók 2, ég held að hún sé þar, sko, þeir fara, þú veist, hvernig þetta er svona kaflaskipt, fattaru? Ég man ekki hvort að Shelob var í bók 2, ég held að hún var í nær enda bók 2 eða bara alveg í byrjun á bók 3, sko. En þeir setja hann í Return of the King. Já, þeir setja hann í Return of the King og einhvers staðar í miðinu, fattaru, þetta er bara allt placement, sko. En það líka hjálpar að þú ert með allt þetta efni og getur svona svolítið ræða þessu upp structurally. Já, getur en með eitthvað sem er unfilmable, þú veist, þú þarf bara einhvern sem verulega, þú veist, veit hvað hann er að gera og skilur efnið. Þekkir eitthvað sem er Coraline sögun á baku bíómyndina? Eins og Henry Selick, þegar hann kemur inn, þekkir þetta eitthvað, var ákveðið bara strax, þetta verið stop motion? Nei, ég held bara að Selick hafi keypt réttindin á bókinni, sko. Hann hefur bara lesið hann og séð þetta svona í höstum á sér og langaði að gera þetta. Þetta er cool look. Já, þetta er gott look, sko, og líka bara, en það sem mér finnst myndin bara hafa svo ógeðslega margt að bjóða varðandi til dæmis bara svona, þú veist, að sýna okkur heiminn og, þú veist, mér finnst hún gera rosalega creative hátt og það er aðri hlutir til dæmis sem myndin gerir sem er svo ógeðslega creative eins og hann að lagið sem pappin syngur og þú veist, þau svona setja smá subtlety í síða, en þú veist, eins og textin sem hann syngur þarna, þetta er bara allt foreshadowing, þú veist, bara, þetta er bara lítið lag sem hann syngur, það er ekki í bókinni. Og ég þarf að fara að sjá þess mynd aftur, hvernig kom hún út? 2009. Ég hef ekki séð hann. En það var sko textin í, hann segir hérna, she's as cute as a button in the eyes. Nei, er það í textin? Já, og svo hann segir þú, she's as cute as a button in the eyes of everyone who's ever laid their eyes on Coraline. En þú fattar button in the eyes og lagið endar á our eyes will be on Coraline, our eyes, og þau eru náttúrulega með. Já, mitt. Mér varst alltaf svolítið pínu svona spooky. Það er gott, sko, það er uncanny. Já, uncanny er rétt orðið. Ég hef held, sko, ég veit ekki alveg, það er skrítið, svona, að reyna að ímynda sér það sem live action, sko, alveg, er það of silly, eða er það nógu uncanny? Hins vegar, ef þeir gera live action Coraline, fá að Sarah Paulson til að leika mömmuna. Já, mér er bara upp útlýðar. Já, þegar þú segir það, sko. En ég fór nefnilega að hugsa eitt svona IP sem að vonandi kemur út, af því mér langar að sjá það. Já. Af því ég er svo mikill Thundercats maður. Vá. Thundercats er alltaf svona mínir þættir. Ég var að tala þetta daginn. Djöðskjafta. Nei, við Helga vinnum. Þú veist að séð eitthvað á Thundercats? Ég hef séð allt Thundercats. Ok. Ég meira svo sverðið heima. Nei, ég var hardcore Thundercats aðdáandi þegar ég var yngri. Ég átti sverðið, ég held ég átti alla kallana, ég átti kastalan, ég átti bílinn, ég var svaka Thundercats aðdáandi. Adam Wingard er að fara að gera Thundercats bíómynd. Dammit. En málega ég held, mér minni það að hann hafi talað að þetta verði teiknimynd. Já. Og þá fór ég bara að hugsa, væri hægt að gera það til dæmis live action, er það ekki alltaf kjánulegt? Já, sko, Travis Knight er að fara að gera live action He-Man-mynd. Já, er það ekki aðeins öðru satt? I don't know. Þeir eru fucking kettir. Já, við sáum Cats. Það fáið bara Tom Hooper aftur. Það hefnast nú ekki. Já, en þau eru samt, en þau eru meira human en þau eru kettir, sumaðum. Lion og til dæmis og svona. Já, en það er samt, skilur eins og He-Man. He-Man er maður í útliti, skilur, Jóni Massára eitthvað. Já. En hann er samt maður í útliti. Já, fair enough. Og heitir ekki Man at Arms, gæðin hann er líka maður. Já. Það fylgta svona mennskum karakterum í He-Man. Já. En í Thundercats, það er ekki, kannski Jaga. Já, gerir ekki bara svona mock-up eins og Planet of the Apes eða eitthvað. Það lítur nú helviti vel út. Já.
En þú spurði myndir þú vilja það? Þú veist, hvort myndir vilja? Ekki frá Adam Wingard. Nei, ok, gleymum honum aðeins. Okay. Eða stæði bara, þú fengir að velja. Það stæði búða, annarkvort teiknimynd, og við erum að tala um alveg gott budget, teiknuð Thundercats bíómynd, eða live action, kannski eitthvað svona Planet of the Apes dæmi, hvort ætti meira spennandi? Nú langar maður svona til Planet of the Apes Thundercats mynd. Já, eða ekki. Fá bara Andy Serkis. En væri þá allir tölvugerir? Ég veit það ekki. Ég er ekki að leikstýra þessu, segð þú mér. Ég er að sjá hvað myndi virka. Já, nei. Er þetta asnalegt? Já, mér hlakka, já, Thundercats teiknum myndi ljómar á lágæðlega, sko. En eftir Adam Wingard? Man. Þú ert ekki aðdáðandi? Nei. Godzilla og King Kong dóttir, þú sjá það? Já, Death Note. Það var nú axlæg mynd maður. Hann gerir Death Note myndina. Já. Hann byrja fyrir svona ágætlega á þarna You're Next og Guest, The Guest og svo hann gerir þannig bara. Jú, svo gerir hann Blair Witch rusli frá 2016 og svo Death Note og Mér nú reyndar að Blair Witch myndi hafa allt í lagi. Já. En Coraline, ok. Þú mælir með henni? Já, ég mæli með henni og þetta er bara svona, I don't know, hún er svo ógeðslega uník. Þetta er bara, og líka gæinn sem samdi lögin fyrir myndina, sem hann samdi 2, ég held að eitt bara í kreditlistanum, en hann samdi þetta lag fyrir pappan hann og hann söng það sjálfur. Þetta er söngvarinn úr They Might Be Giants, sem er hljómsveit sem ég er alveg ágætlega hrifinn af. Þannig að það er alltaf bónus. Já, algjörlega. En þú veist, ég kýs, í þetta sinn allan að þyrfti að setja, þú veist, I don't know, allar myndirna sem ég valdi eru öll með rosalega góð, eru öll rosalega góð adaptations. Það var eiginlega svona, ég held að ég nálgaði það bara orð þannig, sko. Já, bara góð aðlögun á efninu. Já, þetta er alveg bara svona you did it right. En svo er líka það, ég meina það er líka spurning, hvað er góð aðlögun? Hvernig er þetta aðlaga bók vel? Af því þú þarft alltaf að sleppa einhverju. Já. Hverja maður að sleppa, þessar ákvæmur sem þú teknar? Gott adaptation er náttúrulega bara að skilja heiminn, skilja söguna sem er verið að segja og hvað þarf, og hvað má fara. Eins og fólki sem röflar yfir á Tom Bombadil er ekki Lord of the Rings myndunum, þetta er svona, hann þarf ekki að vera það gerir ekki raskat. Hann byrtist þetta í smástund, heldur á hringnum, nice, og svo fokkar hann sér bara. Af því ég fór að hugsa Shining. Já. Af því að ég er svona ennþá að vinna mig gegnum hana, það er ekki að það minnst nú leðileg, ég er að lesa hana og svo bara þínu, kemur ykkur annu bók sem ég er svona spenntari fyrir. Ég lesa hana núna. En eins með Shining, og það er frægt, Stephen King fílaði ekki myndina, fannst þetta ekki góð aðlögun á sinni bók, og það er alveg greinlegt, alltaf hann sem ég er búin að lesa, ég er kannski búin að lesa einhverjar 200 blaðsjur, að hann er búin að sleppa rosa miklu, sem sagt Kubrick. Já, myndin er köld. En eins með myndina, hún er góð, finnst það ekki? Myndin er góð. En svo kannski bókin líka góð, en kannski er þetta ekki góð aðlögun, eða svona, þetta er býn trikki. Já, nei, sem adaptation er hún ekki góð, sko, en bara sem mynd ein og sér, þú veist, ég get ekki séð það fyrir mér augljóslega að þú lest The Shining og svo horfur á myndina og fattur þú alveg, what the fuck, hvað er maðurinn búin að gera? En ef þú sér, þú veist, en ef þú hefur ekki lesið Shining og þú horfur á myndina, þú veist, þú færð alveg contender fyrir eina af bestu myndum allra tíma. Hún skítverkar. Yeah. En heldur þú, bara stutt, ef að Kubrick var að gera þessa mynd í dag, sem að Shining hefði bara aldrei komið út, og Kubrick var aðeins yngur og hann var á lífi, og hann var að gera núna The Shining. Internetöldin, samfélagsmiðlar, allir, nú er til dæmis stutt síðan, ég veit ekki alveg hvernig þess aftur kemur út, en nú er til dæmis stutt síðan að James Gunn sýndi fyrstu stilluna af Superman. Já. Og það er bara, þú veist, það logar alltaf netinu, annarkvært bara fólk sem fíla þetta, þessi fíla þetta ekki, bla bla bla. Ef þetta kæm út í dag, Shining, er allt brjála, bara byrju, hvað var Kubrick að gera maður? Hann er búin að breyta öllu og þetta er ekki bókin og...
þetta ekki bara Tom Bombadil sinnum 10? Jú, en líka, þú veist, gæðin gerði A Clockwork Orange, ég heldur hún sé alveg fyrir eitthvað mökk saman hvað fólki finnst. Hann reyndar pullaði Clockwork Orange úr bíó, en Já, reyndar. Já, hún verður alveg sama. Ég að hugsa bara svona brjálaði sem myndi fylgja. Jú. Þetta er allt öðruvísi í dag. Fólk myndi alveg látið sér heyra, sko. Meiri það, ef við tökum bara Peter Jackson, það er ekki Lord of the Rings. Já. Það er alveg 20 ár síðan. Já. Þá var þetta ekki verið svona ekstrím. Í dag er þetta ekki bara, er þetta ekki rifið í sig bara. Jú, þess að þeirra Hobbitamyndina kom út. Já. Það voru nú meira röslið. En það er líka bara ekki góðar. Nei, ég fíla fyrst þess að. En það? Já, alltaf læg. Alltaf læg. En hvað myndir rankaði með Lord of the Rings? Það er með, það væri Fellowship, Return of the King, Two Towers, Hobbit 1 og rest. En hvað finnst þið skara Hobbit, 2 eða 3? 2. Já, ég sá. 3 er bara, það er ekki hægt að horfa á þetta. Það er svo slöpp mynd. Mér finnst geggja að myndin heitir The Desolation of Smaug og það gerist í 3. myndinni. Það er náttúrulega að drepa dregan í næstu mynd. Já, aldrei bælt í því. Já. The Desolation of Smaug. Strákar, þið gerðuð ekki shit. Ok, fucking Hobbit maður. Ég samt ekki sem gera Hobbit þátt, ég er búin að plana hann. Herðu, höldum áfram. Í númer 5. Númer 5. Vá, ég er stressaður. Já, ég þarf að smakka þetta hérna. Smakkaðu Smass. Ég er búin að... Þetta er fyrst átt sem kemur eftir ég fekk Smass. Er það ekki? Það gæti verið. Ég er búin að hafa augun á þessu, sko. Smakka þetta. Já. Þá meðan Óli opnar hérna Smass-pókan. Þá ætlum ég að velja. Því þetta er ekki, eins og ég endur þetta er ekki ranka. Herðu, byrjum bara svona upp á gamanið. Ég ætla að velja, ég var búin að ákveða þá, Óli. Já. Að ég ætla að velja eina mynd sem var sérst byggðabók sem ég hafði aldrei séð. Og ég er auðvitað búin að sjá hann í dag, en ég var búin að ákveða, ég ætla að finna eina mynd sem ég finnst alveg skemmtileg, eða mjög góð, jafnvel geggjuð, mynd sem ég ekki séð. Ok. Og það var alltaf mjög margar sem kom til greina. Og ég var akkurat í stuði fyrir ákvæmna típa mynd. Ok. Og ég hugsaði með mér, ég íti á play á þessari mynd. Sjáum bara, þú veist, þetta er pottið eitthvað kjafta, þetta getur ekki verið góð mynd. Þetta getur ekki verið skemmtileg mynd. Ég er spenntur. Ég ætla samt að velja hana. Og ég hugsaði ef að þú þurftir að giska á þessa mynd, þú myndur aldrei ná því. Jú, auðvitað myndi gefa leikstjórn eða eitthvað. Þetta er mynd sem ég hef aldrei nefnt í þessu podcasti. Vá. Og ég held að enginn hafi nefnt hennar titil. Ok. En það er alveg drullu gott kast í henni. Þessi mynd er frá 2000 og mér langar að segja 2012 og titillinn, ég er svona að gefa þér hints, þú þarfst þannig ekki að giska, titillinn gefa hann þetta til kynna að þetta sé eitthvað kjaftaði. Ok. Og mér er bara svo fyndið að þetta sé byggt á skáldsu. Ok. Þetta er skáldsa í nokkuð sem það, þetta er ekki teiknumyndasaga, þetta er novel, þetta er skáldsa. Og ég held að gæinn hafi gert 2, eina frá framhaldsbók, minni það, ég var að skoða daginn, en ég er ekki með að lesa það og ég hefði aldrei lesið þetta, það er svo fáluð titill, svo horfði ég á þessa mynd. Já. Og þegar að byrjaði svona að líða á hana, þá fór ég alveg að hugsa, býtu, er það bara alveg mynd? Þú veist, það er búið að setja ykkur pening í þetta, það er ákveðin orki í henni, hún er alls ekki leiðileg, mér skrýtur hún sér til þessi mynd. Já. Og þetta er Abraham Lincoln Vampire Hunter. Vá! Hefur eitthvað sem giska að ég kemur með þessa mynd í þennan þátt? Nei, ég hefur gefið með 10 gisk, nei. Ok, hefur þú séð þessa mynd? Nei. Þú veist hvað mynd þetta er? Já, ég veit alveg hvað mynd þetta er, ég laði aldrei í hana. Ekki heldur, fyrir núna? Já. Það er bara nokkur dagar síðan að horfa á hana. Já, ég seldu mér. Veistu hver er í þessari mynd? Nei. Mary Elizabeth Winstead er í henni, Alan Tudyk er í henni, Dominic Cooper er í henni, Anthony Mackie er í henni, það er alls konar nöfni, þetta er rosalega skrítið kast. Já. Vá. Og þessi mynd, ég ætla líka að segja þetta tengir smá sem að... Já, hún er byggð á bók. Hvað segirðu? Hún er byggð á bók? Novel. Já.
og þú veist, og svo fyrir að tekka þess á þessu, Já. hún fekk bara fína dóma, Já. bókin, þetta áðist bara að þrjus bók, en mál ég á rosa erfitt með eitthvað svona, hei, sjá hvað ég er sniðugur, ég er að gera vampírumynd, en þetta er Abraham Lincoln og hann er eitthvað svona vampire hunter, það er ástæðan ég sá hann aldrei sín tíma, mér finnst þetta eitthvað svo, Þetta er ekki góð titill. Þetta er ræðileg titill. Þetta er eitthvað sem, þú veist, fyrir fucking 60 árum hefði þetta verið hammermynd. Já, en málið, það tengir smá því sem ég ætla að tala nú að ástæðan í valdana. Eða svona, því að var að fara yfir nokkar svona titla sem kom til greini, ég var eitthvað að fara breiður á Netflix og hérna Disney Plus, bara eitthvað, já. Svo sá ég þessa, ég var bara nýbúin að horfa aftur á eina mynd sem ég hef ekki séð í 20 ár. Já. Og hún er akkurat 20 ára gömul. Og það er mynd sem minnir að annarkvæmst þú að Máni nefnduð í fljótu bragði af því að Máni elskar leikur í henni og þetta er Van Helsing. Já. Richard Roxburgh. Máni elskar hana. Elskar Van Helsing mynd. Já. En þú? Ég hérna... Þú séð hana ekki? Jú, ég séð hana. Ég reyndi að horfa á náttum mánundaginu og ég sopnaði. Það er rosa skrítið mynd. Já, sko, hún er æðisleg, hún er fucking skrítin, ég á bara búin að eiga langan dag. En ég horfði á hann aftur núna og það er meðal ástæðan fyrir því er út af Mána, eða þér, eða ykkur, ég man ekki hvort það sem. Hann hefur minnst á Van Helsing, sagði ekki, hvað, Richard Roxburgh? Heitir ekki Richard Roxburgh? Jú, Máni kallum hann alltaf Rick Rox. Já, við Rick Rox, hann leikur alltaf Dracula. Já. Ég horfði á hana daginn, hún er á Netflix. Já. Af því ég hef ekki séð hann í 20 ár. Ég sá hana bókstaflega síðast ég fór hann í bíó. Og mér fannst hann alltaf glötuð. Svo horfði ég hann aftur núna og hún var svona aðeins skemmtilega með myndi. Og hún er svolítið löng og þetta er svolítið svona pacing issues eftir svona fyrsta klukktíma finnst mér. En í framhald af því, þá tók ég að því og kom einhver svona vampírstuð. Abraham Lincoln. Þannig að það var komið að því. Og ég ítti hann á Play á Disney Plus. Og myndin byrjar, og þetta er eftir leikstur sem ég er lúmst gaman af. Af því hann gerir, og þetta er líka byggt á bók, eða teiknumsögu, Wanted. Angelina Jolie og Morgan Freeman, og náttúrulega McAvoy, vinn okkar. Þú sé hana. Já. Mér fannst það bara hún, tölur skemmtleri en teiknumsagan. Af því mér varst teiknumsagan ekkert sérstök, sko. Sérst Wanted sagan. Myndin er svo skemmtileg, hann er með svona ákveðin stíl, það er svolítið orka, og það er alveg í Abraham Lincoln líka. Þannig að þú sagði við mig eftir að selja hana. Já. Horfðu á hana eða þú ert í stuði fyrir eitthvað algjört popcorn. Já. Þetta er alltaf bara popcornsmynd. En hún er R-rated. Já, ok. Það er stór plus. Ef þetta verður eitthvað svona PG-13, þá er það strax dregur úr eitthvað gaman sem fylgir þessu. Þegar Lincoln verður þess að bara stuttumáli, þetta er svo kjánlegt. Hann verður vampírubani út frá því að það er önnur vampíra sem Dominic Cooper leikur. Ok. Sem sagt, já. Ok, nú ætlum ég aðeins að bakka með þetta. Myndin er fjallan það að hann missir mömmu sína og pappa. Það vampíra sem drepur fóreldrans. Vinnar örgulega pappa sagði, jú, hann drafði bæði. Og hann alltaf bara í svona hefndarhug. Og hann kynnist á Dominic Cooper sem líka vampíra, en hann er góð vampíra. Hann er að drepa, eða svona, hann er að hönda vampírur. Já. En tvistið í þessar mynd, sem ég hefði lúmskamana, er að vampírur geta ekki, þetta meikar ekkert sens en ég hefði gana þessu, að vampírur geta ekki drepa hver aðra. Þannig að hann þarf alltaf að finna eitthvað svona lærling, mennskan lærling til þess að í rauninni vinna skítarkinn fyrir sig. Já. Og hann finnur hann að Lincoln og þetta er auðvitað, hún gerist 1818 eða eitthvað, byrjar þar. Og hann fer að kenna honum og hann með þess að býður honum val, bara, hvaða byssu viltu svona eða svona? Hann segir bara, ég hittu svo illa með byssum en ég hef alltaf verið góð með exi. Þannig að morðvopnið hans í myndinu eitthvað svona exi. Og hann byrjar svona eitthvað snúinni og þetta er svo, þetta er of gott. Já. Óli. Þú verður að tjekka á henni upp á djóki. Hún er kjánleg, en hún er ekkert oflöngil, þessi 100 mínútur, hún gengur þokkala, rúlar þokkala í gegn,
svo blanda hann alltaf saman og ég er ekkert að spoila miklu að blanda þetta saman, þú veist, þrælastriðinu hann komið hann að skeggið og hattinn og þetta svo þegar ég horfa á hana þá fannst mér bara ótrúlega að vera til við bara sér titill hann er absurd Abraham Lincoln Vampire Hunter en mér fannst þú virka, mér fannst þú skemmtileg ég meina, you had me at Rick Rocks sko, það bara Nei, hann leikur ekki í henni. Nei, hann er bara í Van Helsing. Og ég ætla að segja að hann var í Vampire Hunter líka. Nei, hann er ekki í Vampire Hunter. En þú ert að fá alveg fína leikara að það. Já. Það hefur verið plús að vera Richard Roxburgh þannig. Það hefur verið plús. Hann er ekki aðal vampiruna. En það er þetta leikari sem leikur aðal vampiruna, þessast vondakallin. Já. Sem ég þykir rosa væntum. Sástu Dark City? Já. Er þetta Rufus Sewell? Rufus Sewell. Yes! Mér þykir svo væntum hann út af Dark City. Kitty, við þurfum að horfa á þessa mynd. Ertu Rufus maður? Ég og Kitty vinnum minn, við elskum Rufus Sewell. Þá verður það tjekka þessu mynd. Hann leikur aðal vondakallin. Ég finn syndi Kitty vinnum minn Dark City og eftir það vorum alltaf, við vorum svo gáttaðir að því hann alltaf með þetta auga sitt þarna í myndinni. Hann alltaf Rufus Sewell sko. Og við vorum svona, hvernig er Rufus Sewell ekki að leika rottumanninn og Kiefer Sutherland aðalhlutverkið? Í Dark City. Því sem að sé þá myndi, ég fattar alltaf hvað góð er að tala um. Hefur þú svissaði? Já. Hafður ekki gaman að Kiefer? Ég elska Kiefer í þessu hlutverki en þú hugsar, þú með Rufus Sewell og Kiefer Sutherland og þú setur Sewell í aðalhlutverkið en þetta er æðislegt casting en þetta er svona, hver er pælingin? En hversu góð er Dark City? Hún er awesome. Ég fucking elska Dark City. Hún er awesome. Geggjum mig. En langt sem sást hana? Ég held ég að horfa hana síðast með Kitta. Það er einhver, hann er ekkert alltaf langt síðan. Það er ekki sér töri mér. Já. Ég myndi örugglega að segja 4-5 hér. Ég bara elska þess að vondukalla og Mr. Book. Já, þetta er óslega cool sko. Þetta er geggjum. Alltaf uppáhaldsmyndið þín tók hann að nota settin. Matrix? Já. Já, það notaður... Hann til dæmis rooftop settið í byrjun. Já, þetta er frá Dark City. Það er úr Dark City. Já, ég er búin að heyra það. Er ekki talað auka núna Matrix með minni? Jú, ég held það. Já. Fengi að nota einhver afgangssett hann. Svo alltaf, mér er ekkit, kannski einhver litur ósvipaðar myndir, skilur. Maður segir að sameiginlega. Einu meira action. Einu alltaf meira action. En shit, það er dót í Dark City sem að mér finnst alveg sturla, sko. Já, hún er gæð, ég mælu með að fólk tjekkja henni það er ekki búin svo Dark City. Hidden Gem. Það er Hidden Gem, það er vanmyndi mynd, en hún var náttúrulega huge kultmynd eftir þessi leið árin. Ok, Abraham Lincoln, Vampire Hunter, það er mitt pick, sem bara svona, við erum að byrja þetta létt. Já, þú er bara hægt að segja mér strax að Rufus Sewell var í einu. Það er nóg fyrir þig. Ég er bara að byrja að orða hana núna. En það er úkislega gaman að sjá hann í ykkur svona skemmtileg. Og það er eitt sem minnst líka gaman við þessa mynd, af því að ég hef stundur nefnt í þessu podcasti, maður horfir á kannski eitthvað bíómynd, eitthvað þætti og þau bara virka svo orkulítið. Já. Það er auðvitað bara þess leikstjórinn, þetta bara virka bara allt flatt, kvikmyndatakan, það er svo leikarar hafa ekki haft gaman eða leik, þú veist, eitthvað. Bara orkan er bara allt of lág bara, ég er bara alvorkulegs. Abraham Lincoln er ekki þannig. Já. Þú finnur alveg, það er eitthvað fútt í henni, alveg saman hvernig þið finnst myndin sjálf, þá hlýtur fólk að viðurkenna það að það er svona, ok, það er eitthvað, einhvers konar orka. Já. Höldum áfram, Óli, við erum búin með sikkura myndina. Herru, mín númer 4 er mynd, og hún er hérna ekki byggð á full-on bók, hún er byggð á stuttsjö. Ok. En það var ein mynd sem við höfum ekki talað um þessa, en ég sá alltaf rosalega eftir því að hafa sleppt henni þegar við vorum að taka upp annað þátt og það var 80s horror. Ok. Þannig að þú nefndir hana ekki í þeim þætti? Nei, hún var á hvorugum listanum okkar. Og hvað, ég meina, er þetta eitthvað mynd sem þú rifjar hana upp fyrir stuttu eða skilur af hverju heldur þú að sleppt henni á 80s? Og bara ekki pláss fyrir hana? Ég hafði bara ekki hort á hana í langa tíma, svo horfði ég á hana með kærastur minni að því uppáhaldsleikarinn hennar er í myndinni og ég var bara alveg, já, vá, hvernig, ég var bara svona,
gaf sjálfur mér svona headslap, bara hvernig skildi ég þess eftir maður? Það því þú glemdir henni eða þess að valda hann ekki þá? Já, bara hún komst ekki á topp 10. En það myndi vera, Hvað með það? viltu vera titilinn á sögunni? Já, það er sérst ekki sami titill. Næstu því, það er bara að skilja eitt part eftir. Það myndi vera Herbert West, The Reanimator. Já, vá. Hún var hjá hvorum okkar í 80's Horror. Já, er þetta ekki Stuart Gordon-leikstinni? Jú, Málið með Reanimator, með svona æði, já. en það er bara svo ógeðslega sem ég sá hann. Sama hér. Já, ég þarf að rifja hann upp, sko. Hún er geggjuð. En ég ætla líka eitthvað tjá, mér langar að gera eitthvað svona splatter þátt, og þetta er kannski svona splatter einmitt mynd. Reanimator, þetta er Lovecraft. Já, þetta er byggt á Er það ekki? stutsu eftir H.P. Lovecraft. Já, einmitt. Lovecraft gerði Bara í eitthvað af collection af stutsu, þá getur alltaf fundið Herbert West, The Reanimator. Þetta er aftur, myndin er betri. Myndin er betur en stutsa. Já, þú veist, þetta er betur ból betra, sko, en þú veist, stuttsagan er í rauninni, hún er serialized í gegnum það, alltaf, hún er skrifuð til að vera prentuð út á ákveðin máta, að því, alltaf, hvernig hluti fór í prent á þessum tíma var bara, þú veist, þú skrifa kabla og það fer í blað og þú skrifa kabla og þetta var svona serialized og síðan var þetta sett saman sem svona. Já. Þannig að þú veist, þú ert með kabla sem enda á cliffhanger og þú veist, þetta er rosalega bara svona, þú veist, sagan af Herbert West Reanimator frá Lovecraft allan er eiginlega bara svona, þú veist, það er bara verið að lýsa einhverju brjálæðing, fattur þú? En það sem Stuart Gordon sér þarna efni í rosalega grillaða bíómynd og hann bætir við, þú veist, vondakallinum og love interestinu. Já, ok, þannig að þetta er svolítið hans samt líka, skilu, þetta er ekki alveg tekið. Nei, þetta er Stuart Gordon sér eitthvað þarna, þú veist, hann tekur bara, þú veist, hann tekur basic premisið og nýtir sér það rosalega vel. En býtu, þú sagði það er uppáhaldsleikara. Er Jeffrey Combs uppáhaldsleikara? En það rækja þar? Já. Það? Já, hún er með share folder í hérna flakkarunum. Það er 20 eitthvað myndir bara Jeffrey Combs. Já, alveg. Ég elska hann. Já. En ég hef bara aldrei heyrt neitt nefna hann sem uppáhaldsleikara. Það er bara legendary, sko. Jeffrey Combs, hann er svo uník. Æðislu leikara. Hann er svo flotta rödd. Sammála. En hann er líka bara, hann er rétti maðurinn fyrir þetta hlutur, sko. Það sem ég elska við í Reanimator er, þú veist, þetta er svo rosalega steikt, þetta er svo grillað og þetta er svo skrítið það sem er í gangi, en svo ertu með hennar karakter af Herbert West. Þú ert með mann sem er svona, þú veist, hann tekur þessu svo alvarlega og það er það sem gerir þetta svo gott. Þetta er svo, þú veist, þú ert með svona einn mann sem býr í heiminum og allir hinn eru fyrir utan. En hjálpaði mér aðeins, þess að segja, að land sem ég horfði á, hjálpaði mér að reyfa hann upp. Hvað er hún í stuttumáli? Já, þetta er basically bara sagan af Dr. Frankensteins. Þetta er, þú veist, þú ert með Herbert West og hann er hérna í þessum skóla hérna og hann er að gera kannanir á hvort hann geti reanimatað lifandi hluti. Og þú veist, hann byrjaði til dæmis að gera þetta við kött og eitthvað og þetta er... Lifandi hluti? Dauða hluti? Já, dauða hluti segi ég. Að lífga við dauða hluti. Og svo kemst hann að því á einhverju punkti að hann getur, þú veist, það sem fyndið að hann getur gert þetta við, þú veist, bara eins og bara hausina á einhverjum, fattur hann, út af svona starfsemi í ákveðin starfsemi í líkamanum og eitthvað svona og þetta er bara, og svo verður þetta bara svona splattermynd út af því, sko, þessi mynd, en hún er svo, þú veist, ég elskar svona goofball orkuna í þessari myndir, svo þannig að þegar hausinn er að ráfum og dettur, þetta er bara, nei ekki hausinn, líkaminn er að ráfum og, þú veist, en að því hann er ekki með haus og hann svona trippar og eitthvað svona, þetta er svona váka, þetta var röglega ógeðslega gaman að taka upp. Manstu árið? 85 held ég, hann okkur 85 eða 6, gælu kláraði. Ok, ég held hún hefur verið aðeins fyrr. Á þeim árum. En þetta er, já, Reanimator man. Og Jeffrey Combs, það svo fyndi ég búin að sjá svo mikið af Jeffrey Combs myndum núna síðan ég kynntist rækilega, sko. Hvað er á það? Getur nefnt nokkra svona myndir sem er dettur hugum með honum? Það var hinn sem Stuart, það var sko Reanimator, svo gerði þeir aðra frá 87, ég man ekki alveg hvað hún hét. Er það coverið, er svona andlit svona teikt? Já. The Beyond. The Beyond. Og svo, er hún góð? Já, hún er fín, sko. Ég bara sá hann aldrei. Og svo er Forbidden Planet, það er... Með Combs?
eða The Lost, hún heitir nokkrum titlum, sko. En það er ógeðslega fyndin mynd, hún er svo steikt. Hvað, er það 80s mynd líka? Já, 80s, 80 eitthvað, já. Og hérna, ég er að reyna að rifja upp, já, Dr. Mordred. Ég sé Dr. Mordred. Þú þarft að hóla Dr. Mordred. Hvað er það? Ég hef aldrei heyrt þá mynd. Þetta er Moonlight Production Dr. Mordred. Hann er basically ímyndaður Dr. Mordred? Ímyndaður ef þeir hefði gert Doctor Strange mynd árið 1992. Það er basically það sem hann meira þess að lítur út eins og Stephen Strange í þeirri myndu. Hann með skikkjuna Er þetta ekki drasla? Jú, en hún er geggjuð. Þessi myndi Dr. Mordred. Já, hún er geggjuð. Ég hef aldrei heyrt þessu mynd. Og gæði sem leikur vondagæðan var vondagæðin í Mortal Kombat Annihilation. Já, Brian Thompson, hann er vondagæðin þessari. Þessi mynd er algjör snill, sko. Dr. Mordred. Hefur aldrei séð hana? Nei, ég ekki segist hana. Hún er ógeðslega skemmtileg, sko. Og hvað, er þetta svona horror comedy eða eitthvað? Dark comedy, dark fantasy? Já, herðu, vá, ég verð að segja eitt, að ég er auðvitað í benuna. Já. Og það náttúrulega stenda alltaf flokkandi fyrir neða myndir. Já. Ég held ég var aldrei sér mynd, með jafnmarka flokka, ég ætla að telja upp fyrir þig. Okay. Dark comedy, dark fantasy, superhero, action, fantasy, horror, sci-fi, thriller. Wow. Er þetta bara eitthvað ræri grautur á öllum? Þetta er meiri genre sem Kiefer Sutherland er með nöfn. Þetta er svolítið mikið, maður. Þú veist að Kiefer er með lengsta nafni í Hollywood. Bókstaflega bara? Já, hvað var það? Kiefer, William, Frederick, Dempsey, George, Rufus Sutherland. Þetta er 7 nöfn. Hann heitir þetta allt. Hvað var Donald Sutherland að pæla? Hann og mammas Kiefer nefndi hann eftir hellinga fólki bara. Já, en slökum. Þetta er svakalega. Kiefer, varstu með allt rétt? Kiefer, William, Frederick Dempsey, George, Rufus Sutherland. Það er rétt mér. Hvaða rugg nafn er þetta? Þarna samt hendi ég út möguleika á svaka góðu svona ef þú hefur komist að þessu fyrr og sett þetta í quiz. Í quiz? Já. Klúðraður þessu. Hendi ég út góðum fróðleik, sko. Þetta hefði getið verið svona showstopper. Kiefer, William, Frederick Dempsey, George, Rufus Sutherland. Shit. Já, hörru. Ok, Reanimator. Já, nefn, Dr. Mordred voru að tala. Ok, Reanimator. Já. Er þetta, allavega þeim myndir sem þú hefur sér, er þetta besta myndinars? Hann hvort, Stuart Gordon eða Jeffrey Combs? Jeffrey Combs. Sko, alveg barnan er þetta besta, sko. En ég meina, Combs, hann hefur verið í svo fucking mikið að hlutum. Er hún betur en Frighteners? Hæ? Er hún betur en það Frighteners? Já. Ég elskar svona Frighteners. Frighteners er áhugaverð. Finnst það ekki góð? Ég er maður svo lítið eftir. Já, ok, ég ætla að segja alltaf að fara. J. Fox er í henni, það ekki? Michael J. Fox. Jú. Veistu af hverju veistu hvað jóðið stendur fyrir? Michael John Fox. Ekki neitt. Nei. Hann heitir Michael Andrew Fox. Akkur J. Hann notaði fyrst Michael A. Fox, en hann hætti að nota það því þá stóð Michael A. Fox. Það er ekki að djóka mér. En það er málið. Þú getur flett þessu upp. Þetta minnum alltaf einn annan leikara. Þú veist hver F. Murray Abraham er? Já. F stendur ekki neitt. Nei. Mér svo fyndi þér að leikara að gera þetta. Af hverju? Bara. En veistu okkur Jamie... núna fór alltaf hugsa líka hana. Jamie Foxx. Já. Veistu okkur heitir Jamie Foxx? Nei. Það er alltaf ekki nafnið hans. Já. Þú veist, hann heitir bara eitthvað... Seth Williamson, eða þú veist, eitthvað hann get basic. Hann heitir Jamie Foxx. Ég sá eitthvað viðtal við hann var að tala um þetta. Ég held hann ekki að byrla. Ég held hann hafi verið að komast inn á okkur skemmtistæði. Já. Og dyraverðinir voru að hleypa hann það að inn konum. Já. Þannig hann valdi sér eitthvað svona nafn sem gæti verið, veist, Jamie Foxx. Já. Hljómar eins og gengis nafn. Já, ok. Já, til þess að komast inn á okkur klubba eitthvað. Ég get svo svara. Já, það er áhugavert. En make alveg sense, þannig sé. Já, skemmtilegt, en Reanimator, splattermynd, hún er bara svo mikið wild ride og það er svo ógeðslega áhugavert að fylgjast með Jeffrey Combs í þessu hlutverki því, þú veist, ef það var maður skapaður fyrir hlutverk, fattar þú? Já. Hann er svo pitch perfect í þessu að því, þú veist, mér finnst eins og hann hafi í alvörunni bara
bara nákvæmlega gert sér grein fyrir í hverju hann var að vinna í þannig að hann túnar þetta alveg upp og hann er svo þú sér það bara, hann er svo laser fókust að öllu sem hann gerur, sem er náttúrulega bara gargandi snill, sko. Já, ég meina, þetta er aðeinslega mynd. Eins og segja, bara langt síðan ég sá. Já, hún er líka bara svo grilluð, þú ert með, ég veit ekki alveg hvað þú þurft að borga þessari leikonu fyrir þessar senin, það var þarna atriði þegar þeir eru búin að binda niður einhverja konu og hún er nakin og gæinn ætlar að fara að performa einhver munnmög á hann og það er líkaminn hans að halda á hausnum hans og hann er að setja það svona nær og maður er bara svona hvað er þetta? Já, sem bara skrýpamynd af hæstugerð. En það er samt ótrúlega fyndið að þegar ég var úlingur, þá er ég tala alveg bara 14-15 ára, þá tók ég Evil Dead, Brain Dead, Bad Taste og Reanimator, margar svona splattermyndir. En þetta er eina af þessum myndir sem eina af öllum, þó mér á þóttum góð, sem ég einhvern veginn á eftir að horfa aftur á. Það er þessi, bara svona fljótu bræði sem langar að rifja upp, það er þessi og Day of the Dead. Mér fannst hún alltaf skemmtileg, gerist eftir... Já, það er þriðja. Það er þriðja. Gerist hann í, hermannamyndir. Hún gerist í bankarnum. Það var Romero-myndir sem ég sá fyrst. Já, ég sá Dawn fyrst. Já, ég sá hana fyrst. En mér fannst hún alltaf skemmtileg, en ég hef ekki séð hann í 25 ára. Nei, same. En það var svo eftirminnilegt svo eitthvað hermannadóti og þeir eru eitthvað að reyna að þjálfa eitthvað zombie, svo myndi ég eftir Jeffrey Combs í Reanimator, allavega, bara svona smá side note, menn langar að rifja hann upp. Já, gott tangent. Gott tangent. Reanimator, gerði þeir ekki aðra? Ég held að það sé 3. Það? Ég held að það sé Beyond Reanimator og Bride of Reanimator og eitthvað svo leiðis. Hörðu það rétt, já. Bride, þess að ég aldrei stund. Bride of Reanimator. Og hann er í henni? Já, hann er í þeim öllum, held ég. Hann er í þeim öllum? Ertu búin að sjá hitt? Nei, ég á eftir að sjá hérna, sko. Eða þú ætlar að sjá þér? Já. En hvað heitir... Er það þriðja myndi? Bride. Já, Bride og síðan Beyond og eitthvað svo leiðis. Beyond Reanimator. Já. Herðu, nei, hún er 2003. Já. Sess að Bride er væntanlega þá nummer 2. Já. Hún er 1990. Fyrsta er 85. Já. Það er þetta. Já, ok, ég hef bara aldrei heyrt þessu. Nei, þetta er eitthvað drasl. Skemmtilegt rabbit hole. Herru, sérstaklega nú er ég að tjekka henni bara. Þá þessari Beyond. Já. Herru, konas Chris Hemsworth. Leikur aðaldi ekki. Já. Elsa Pataki, heldur þessi. Bóður fram. Hver var samt hinn myndir? Svo, já. Bride? Nei, hvað? Nei, ég er að reyna að muna eftir annari Combs mynd. Svo var ein mynd sem ég langar svo að horfa með Rakel að því hann Combs er í henni og einn af mínum uppáhalds skrýpaleikurum er líka í henni. Fortress. Fortress? Er það ekki það Christopher Lambert myndi? Nei. Jú. Já, er það? Chris Lambert. Býtu, Fortress. Já, Kurtwood Smith. En já, hugsaður. Kurtwood Smith í henni líka? Ég elska hann. En hugsaðu þér, það er í alvörinu bara til myndað núti með Christopher Lambert og Jeffrey Combs. Og Kurtwood Smith? Yeah. Ég hörðu, það er Stuart Gordon. Já, það er Stuart Gordon. Vá, veistu það, ég held ég aldrei síðan. Við tökum bara svona spotlight á þetta einhvern tímann. Já, Fortress. In the year 2017, one corporation is building a fortress for the ultimate takeover. Your mind. Yep. Er þetta svona 90s tech mynd? Yeah, brother. Hvað er verra en 90s svona eitthvað tech myndir? Það eru geggjaðar. Þetta er þess að ég reyndi að horfa aftur á Hackers. Já. Það er, ég veit ekki hvort, þú veist vantilega ekki að sé hana. Já. Ég veit ekki hvað langt sem sást hana. Hún er svo 90s. Að það er bara, hún er of mikið 90s. Hvaða mynd var ég aftur að horfa að daginn sem let mig hugsa, það var eitthvað, ég maður ekki, það var eitthvað skrítið. Ok, Jeffrey Combs leikur D-Day í Fortress. Sorry, við fórum bara eitthvað algjör tangent. Já, ég meina, ef við erum að tala um Jeffrey Combs, þá hættir þú samræði ekki. Það er ekki annað hægt að halda áfram. Ok,
Ertu með eitthvað meira með Rhiannon? Nei, þeir sko Flott mynd. ekki í fljótu bragði, en kannski en ég meina, ef við gerum annan horror þá kannski kemur við eitthvað meira. Við gerum 100% annan horror þátt. Ég þurfi líka bara að sjá hann aftur. Það er, það er svo langt síðan sá Já. hana. Ég man svo lítið eftir henni, en ég man ég fíla hana. Já. Ok, næsta hjá mér, förum ég aðeins alvarlegri bíómynd. Ok, þetta er þín númer 4 þá. Mín, já, í rauninni. En ég vil taka fram að þetta er náttúrulega ekkert, taka aftur fram, þetta er ekkert ranka endilega. Já. Hakkaði í smas. Ég valdi mynd sem er byggð á bók eftir rithöfund sem þú þekkir. Ok. Og ég ætla að doppeltjekka, mér minnir að þetta sé rithöfundur sem heitir Dennis Lehane. Lehane. Já. Þú kannast við, er það ekki það nafn? Jú. Þetta er fyrsta myndin sem Ben Affleck leikstýrir. Gone Baby Gone. Það er fyndið. Okkur það fynd. Ég þarf núna að fara í backupum mín. Nei! Jú. Ert þú með Gone Baby Gone? Já. Jesus, kjaftaði maður. Wow. Þá fer ég í backup forröndum mitt. Backup Vel forröndum. valið, Hafsteinn, vel valið. Ok, wow, ég held við höfum aldrei talað um þessa mynd. Nei, það er svona að setja hana sérstaklega þarna, sko. Ok, Gone Baby Gone. Það er að fara aftur í harddræðið mitt. Hvað sérðu? Það er að fara aftur í harddræðið Þú voru mitt. að fara aftur hardra, jafnvel í síman. Já. Óli. Já, fyrsta myndi sem Ben Affleck leikstýrir og ástæðan fyrir að ég valdi hana á sínu tíma, þá kemur þú 2007, þá var þetta svolítið svona blind buy hjá mér. Ef ég maður rétt, þá kom hann ekki bíó á Íslandi, kom bara beint, eða sérst, hún ætlaði að sýndi bíó úti, en við hún ekki sýndi hérna á Íslandi. En mér langaði að sjá hana, þú veist, trailer lookaði alveg cool, og það er ýmsir leikarana sem að mér finnst mjög skemmtilegir, eins og til dæmis Ed Harris, veist, hann alltaf líka hlutski hérna. Ó, ég elska þetta. Morgan Freeman alltaf líka aðeinslur, svona vinkun okkar er Michelle Monaghan. Michelle Monaghan er inni. Og þetta er myndin sem gerði mig að svona Casey Affleck aðdanda. Já. Af því að fyrir þessa, ef ég maður rétt, þá var ég búinn að sjá hann í náttúrulega Oceans myndunum. Og var, hjálpaði mér að muna, var Jesse James komin út? Kemur þetta sama ár? Sama ár, 2007. Ég held ég hefði séð þessu undan, með minni það. En þannig að þessi mynd einhvern veginn gerði maður Casey Affleck á þetta, mér finnst hann ógeðslega góður í þessari mynd. Já. Og ég var líka bara spenntur að sjá hvað er Affleck að fara að gera sem leikstjóri. Já, nákvæmlega. Af því það er alveg margir leikar sem hafa leikstýrt og gert bara mikið af góðu stöfi, svo við eigum eftir að gera eitthvað okkar Clint Eastwood þátt. Já. Alltaf það sé ekki svona þekktasta dæmið, þannig að hann gerst náttúrulega svo margar myndir í svo langan tíma, eða áratugi. Þannig að Affleck, hann leikstýrði þennan mynd og hann er auðvitað líka handritshöfundur og ég veit að hann alltaf fekk Óskarinn fyrir handrit að... Nei, já, handrit að Good Will Hunting. Já, Good Will Hunting. Argo er auðvitað eftir, sem sagt, eftir Gone Baby Gone. Já. Og þetta er ennþá mín uppáhalds Affleck, sem sagt, leikstýrða. Já, same. Bíómyndin mín. Þó ég elski líka The Town. Town er geggjuð, sko. Og mér finnst Argo líka góð, sko. En Gone Baby Gone finnst mér hann næri eitthvað svona væpið hana, það er... Hún er hrá. Hún er rosalega hrá. Hún er líka, þú veist, hún er svo, hérna... hvað er að ég sé að leita? Þú veist, hún er ekki bara hrá, hún er svo... ég er alveg búin að týna orðinu, sorry, þetta er hræðilegt. Raunveruleg. Þetta er svona, ekki, þú veist, hún er það, en hún er svo... Það er svo mikið earnestness á baku það. Já. Þú veist, þú ert bara svona, þú veist... Einlægni. Einlægni, þakka þið fyrir. Það er svo oft sem maður með eitthvað svona nafn eða þess að þekkir ennsk orðið. Já. Bara hvað er íslenska? Þetta var bara svona blank í haustum. Já. Einlægni. Já, það er einlægni á baku. Já, ég er sammála og ég hef náttúrulega ekki lesið bókina eða þú og þú kannar lesið bókina. Já, ég er mjög hrifinn af Dennis Lehane, sko. Já, er það ekki Mr. Griffith-gæinn? Jú. Já. Ég er náttúrulega að vonast til að myndi segja Shutter Island þegar þú sagðir að þetta væri Lehane. Já, hann var náttúrulega með Shutter, eða þess að það er bók eftir hann. Já. En þetta eru svo solid myndir. Já, hann er hörku fokkin rithöfundur. Greinilega. Hann var líka staffræðir á hérna The Wire. Alveg rétt. Hann skrifaði eitt frægasta þáttinn. Hvað þáttur það? Þegar frægasti karakterinn er skotin af krakka.
Já. Hann pennar þann þátt. Nei. Hann var fenginn, hann var ráðinn sérstaklega til að skrifa þann þátt, sko. Nei. Jú. En David Simon var að fengja hann persónlega. Já, hann skrifar held ég 3 þætti af The Wire í heild sína og hann var líka með cameo í, þú veist, seríu 4 eða 3. En manstu eftir, svo fyrir að tala um Gone Baby Gone, manstu eftir öðrum myndum sem eru gerðar eftir bókum? Það er Mystic River, svo er það Gone Baby Gone, svo er það Shutter Island og svo var það Live by Night eftir Affleck. Já, er það bók eftir hann? Það er bók eftir hann líka, sko. Já, hún var ekki alveg vel hefnum. Nei, en líka, þú veist, Affleck er bara að gera hann á svo kolröngum tíma, hann er að gera hann á sama tíma og hann er, þú veist, hjá DC. Og viltu að meina að það hafa haft áhrif á... Já, ég meina að Affleck var alltaf bara ekkert á réttum stað. Já, þú ert talað bara persónlega. Persónlega, en líka, þú veist, þú ert búin að henda þér inn í DC og þú ert að leika Batman núna og þú ert að taka upp 3 myndir á sama tíma ásamt í að reyna að skrifa og leikstýra Passion Projectinu og svo líka vera að tappa þið inn til að skrifa og leikstýra Batman mynd sem þú þarft að leika í. Þú veist, Affleck kallinn, það er ekki furðan fjalla vagninum hann og var hann og byrjaði að drekka eftir, þú veist. En þetta er svo mikil synd að þegar maður horfir á hana, ég maður sem glemur hvað hann hér, þegar maður horfir á hana, þú veist, það glittar alveg í góða mynd. Já, algjörlega. Það glittir í góða mynd, þú veist, það er aldrei á ákveðin svona moment sem að virka. Mér finnst það líka mér finnst það mjög skemmtilegu tími. En það er líka, sko, ef við förum aftur í Gone Baby Gone, fun fact, hún er, það er hefnið með loophole í kerfun okkar, að því Gone Baby Gone er partur af seríu. Já, en þú veist, það er samt bara ein bók. Já, þetta eru stakar, fattaru, en þetta er, þú veist, þetta er þessa karaktera. Já, þeir eru í fleiri bókum. Já, þetta er 4. bókin þau. Nei! Jú, Gone Baby Gone er 4. bókina því þetta eru svona detective-sögur þau 2, sko. Hver bók er case, sko. Og er þetta 4. bókin? 4. bókin, ég held að séu 6 eða 7 talsins. Ég veit að nýjasta sem hann gerði er direkt framhald af Gone Baby Gone. Ég eftir að lesa hann svona. Nei, þetta er fein að þú aldrei komið bygg á, þú komið eitthvað svona fróðleg, ég hef ekki hugmynd þetta. En ok, ef við tölum bara myndina sjálfa, einmitt, hún er hrá og sko á þess að fara eitthvað út í bókina því við þurfum það ekki að því þetta er alveg frekar, þetta er rosalega gott adaptation, sko. Já, er þetta bara mjög svipusaga? Þetta er rosalega vel adaptað, sko, að því Affleck hefur sjálfur sagt að þetta er uppáhalds bókin hans, eftir Dennis Lennon, sko. Okay. Ég er að giska þess vegna hafa hann viljað að gera hana að bíómynda því auðvitað small eitthvað þarna, sko. Ég meina, er það þá ekki líka bara þú ert náttúrulega með ákveður svona, ég fæði sletta á ensku, moral dilemma í þessari mynd sem er svo geðveikt að þú sem áhörandi og væntanlega lesandi líka, ef þú ert að segja þetta svona góð aðlögun, þetta er eiginlega bara sama sagan að þú hugsa alveg með bara, ok, hvað myndi ég gera var það rétt, var það rátt og ég skil báðar hliðar mér er það svo ógeðslega að vera gert í myndinu, sko. Já, það er líka bara, þú veist, endirinn þegar hún segir nafnið á dúkkunni. Já, ég má að gleyma því, hvað í gegnum alla myndina þá var, þú veist, þegar stelpan hverju fyrst, þá er mammenar hérna, þessi mammenar er maður, tjóðan vittlausmaður hún er alltaf að segja að dúkkan heiti hérna Mirabelle. Dóttir hennar sá síðast með dúkkunar sína Mirabelle og síðan læri hún allir í gegnum myndina, hún var ekkert endilega besta mamma í heim og hún var ekkert, henni var svolítið samum dóttir sína, sko, var alltaf að skilja hann eftir heima eina og meðan hún fór bara út að drekka og eitthvað og síðan hérna, þú veist, að meiri þess að sérst í endan, þú veist, hún er hérna, Casey Affleck fer og heimsækir þær og hún er bara á leiðinni á okkar date, fattur, og þú veist, og alveg segir hérna síðustu sekundu, ég alveg, já, hérna ég er ekki með pössun, ég er að pæli að heyra bara í vinkonum minn og Casey Affleck segir, ég skal bara fylgjast með henni, strax búin að fara aftur í þessa takta, fattur, komið dóttir þín aftur, en síðan hérna er hún með dúkku og Casey Affleck spyr hérna, Steph Mirabelle, og hún segir, Annabelle. Mamman vissi ekki einu svona hvað fucking dúkkan er. Það er það sem þess vegna heldur kamera sér svona á Casey hérna í endana því að hann fattar, vá, þú veist, hvað er ég búin að gera? Já, en maður skilur hann samt, sko, þegar hann
Já, þú veist, þegar hann tekur þessu ákvörðun. Já, algjörlega. Ég skil hann. Ég skil hann, en ég skil líka hina hliðina. Já, þú veist, hin hliðin náttúrulega, sko, þetta svona, það rosalega mikið white knight syndrom í gangi þarna, sko. Hjá hinum aðalunum og ég skil hvað þeim langar að gera, veist, það ætti aldrei að vera undir neinum komið hvernig þetta fer, sko. En þú veist, þú ert með Casey Affleck sem þarf basically að ákveða þarna. Það svo magnað. Sem sagt, Ertu ekki sammála því sem hann gerir? Jú, ég menna, þú veist... Nei, þú veist, að því að hann ákvörunni, við þurfum að tala í kringum þetta. Já, ok, ekki bara... Spoiler bara! Spoiler, svo, those at home. Spoiler fyrir Gone Baby Gone, að þetta er svo mikilvægt atrið í myndinni. Já, viltu ekki bara segja okkur í stuttum máli hvað myndin er, ást? Svona tíðin sá hana, Óli. Annars stelpan sem hverfur. Já. Henni er rænt. Ég horfði henni bara á hann daginn. Sko. Ok, segð þú það frekar. Það er auðvitað 5 ár síðan ég sá hana. Ok, svo að Casey Affleck og Michelle Monaghan leika par sem þau eru hjón hann reyndar. Og þau eru svona private detectives og það er stelpa í Boston sem hverfur inexplicably og það veit enginn af hverju og það er og þau eru að reyna að kanna út í það mál að því þau sem að því löggan á að vera að því þetta er náttúrulega stelpa hverfur og löggan er alveg að gera sitt en ættingjar mömmunar koma sérstaklega til þeirra og biðja þeim aðstoða því þau vita að það er eitthvað meira á bakvið þetta sko og þá komast þau náttúrulega að því að mamman hann komst í einhver algjöra vitleysu með skuldahellingspening og stala einhverju kóki og þú veist og hún sagði í skýrslunni þegar hún þegar stelpan hvarf þá var það bara í heimahúsi eða eitthvað en hún var í alveg bara út á barnum að gera línur með félagum sínum sko og þú fattar það þú veist hún hvarf ekkert bara þetta var bara það var klárlega eitthvað þarna sem fór úrskeiðis og Casey Affleck og Michelle Monaghan ég er búin að gleyma hvað þau heita í augnablikinu Ég man það ekki þau basically þurfa að fara í gegnum bara svona the shady underbelly af Boston og til að komast að því að þetta virðist fara alla leið niður í svona dröggring og já, og síðan þetta einhvern veginn allt bundi bara inn í lögregluna líka og þetta verður messy. Og þá koma því sem við viljum ræða. Já, svo líka feika dauða stúlkunar í miðunni. Það er ógeðslega cool atrið. Það er geggjað. Þetta er ógeðslega góð mynd. Vel sett, þetta er brilljant. Þetta er ógeðslega góð mynd og hún er svo vel gerð maður í alla staði. En já, þá komum við að í rauninni endanum. Já. Þegar það kemur ljós, í rauninni hvað kom fyrir. Já, þegar Casey Affleck leysir málið. Já, þegar hann leysir málið og þá kemur ljós að inn í þetta fléttast líka Morgan Freeman og hann er lögreglustjóri. Já. Sem misti dóttur sína. Og það er eitt sem hann sagði í þessari mynd. Ég er með gæsa núna, ég fæ alltaf gæsa þegar ég hef hort á þessa mynd, ég er kannski búin að segja hana svona 3 sinum, fyrst til að horfa aftur á hana bráðum. Ég heldur sem er þess á Netflix. Já. Allan var það. Þegar hann segir sko, hann á sig erfitt með að ímynda sig, eða hann hugsa með sig, því að dóttir hans, hún var myrt, minni mig, þeir finna líki hennar, ég minni það. Já. Dóttir hans Morgan Freeman í ímyndinni. Og hann segir að þú veist, litla stelpa mín hefur kallað á mig eftir hjálp, kalla á pappa sinn og ég gæti ekki berga það. Og þú veist, ef maður á barn sjálfur, veist, þetta væri bara mín versta martröð, sko. Allavega, þannig að það er komin ákveðin persónusköpum, fá smá svona bakstur með þann karakter, svo kemur náttúrulega í ljós í lokin að stelpan er hjá þeim. Já, hjá Morgan Freeman. Já, og konu hans. Já, konu hans. Og þau ákváðu, þú veist, og svona ákváðu plott í gangi sem gerði það verkum að stelpan endar hjá þeim þau eru alltaf bara bjarginni frá hennar mömmu sem var bara ekkert að sinna barninu sínu og þá stendur Casey fram fyrir því ok, á ég að láta þetta slæta eða á ég að hringja á lögguna og koma stelpunni í réttar hendur, hendur mömmu sinnar og það sem svo geðað líka við þetta er að auðvitað þarf hann að glíma við þessi ákvörðun en kona sér ekki sammála. Er það ekki rétt með mér? Jú, konan hans Casey er ekki sammála. Já, eða kærastan hans, ég man ekki hvort þú er gift. Michelle Monaghan og það er ekki aðeins líka þegar þau eru að debata þetta. Já.
ég er með gæsa Já, þetta er ógeðslega gott. og þú veist þannig að þú ert að horfa, þú veist, þegar maður er að horfa á þetta og búin að fara í gegnum alla myndina, þá er þetta alveg bara svona, ok, þú veist, hvað myndi maður gera? Hvað er réttast í þessu? Já, ég meina, þú veist, hún er samt mammenar. Já, ég veit það, hann í rauninni tekur rétt ákvörðun, en svo þá maður líka sko að hugsa, að það er líka alveg til dæmum að það þarf að taka börn af foreldrum. Já. Að það er bara vanræksla. Að því að hagur barnsins þarf alltaf að vera nummer 1. Já. Þannig að það er náttúrulega dilemma hjá honum, að því að mamman er greinilega að glíma við sitt, er ekki í góða ástandi, hefur ekki sinnt stelpunni nógu vel. Og ég fæ ennþá dag í dag, þegar ég horfa á hana, þegar ég er búin að sjá hana fyrst, þá var hann bara, fuck. En það gerist aftur, þegar ég horfa aftur á hana, ég fæ alveg ennþá svona, ok, hvað er réttast? Hvað heldur þú að sé best fyrir barnið? Ég veit. Og ég er að spurja þig. Er þetta að spurja mig? Nú er ég að spurja þig. Ég á ekki barn. Nei, en það sem þú sérði í myndinni, hvort ætli sé betra fyrir barnið að vera hjá mömmu sinni eða að vera hjá Morgan Freeman og konunars? Þetta eru heavy spurningar, heavy pælingar hjá okkur. Þetta eru heavy spurningar, sko, en þú veist, það versta er samt, þú veist, það sem er verst við þetta er að plottið þarna er náttúrulega gegn mömmun og það er rosalega eigingjall hlutur af því, þú veist, það er hægt að, þú veist, sækja þú veist, þarna hefði náttúrulega allan tíman, ef þeim fannst í alvörinu vera það mikil vanræksla á barninu frá mömmunni, þú veist, hvernig voruð þið ekki búin að ringja bara á Child Protective Services á hana eða eitthvað svoleiðist til að fara í gegnum, í staðan fyrir að henda bara í eitthvað svona mannránsplott af því að þegar öll eru bátnum kvöld þá er Morgan Freeman líka að hugsa um sig. Já, hann er það. Það er líka málið. Þetta er alveg það var þetta að segja þetta að vera eigingjörn ákvörðun og hann er kannski að hann er náttúrulega að skýla sér á bak við það svolítið, bara neina, mamma hennar er slæm. Já. Ég er að bjarga stelpunni. En hann líka gerir þetta við sig. Já, 100%. En það sem er cool við þetta er að ég skil það alveg. Ég er kannski ekki alltaf sammálaði, en ég skil alveg að þau missa hann dóttur sína, sjá hann að tækifæri til þess að ég veit ekki, mér finnst það bara geðveikt. Þetta er cool drama. Já, en þú veist, Casey Affleck gerir samt, þú veist, ég held að hann gerir morali allavega rétt að hlutin, ég meina, þú veist, hann er að skila barnið til móður sinnar og ég meina, það var það sem hann ætlaði að gera. Já, algjörlega. Svo alltaf atrið líka þegar hann skýtur barnaningin. Já, god damn, sko. Það er geðvikt atriði maður. En er það ekki rétt muna hjá mér að stóra ástæðan að það atriði er mikilvægt er að því að sá hann ekki eftir því. Hvernig var það? Manstu hvernig það var? Jú, það var ástæðan, sko. Þetta atriði er fyrir því. Og hann sá eftir því og var hann ekki með hræddur þess vegna tekur hann svo ákvörðun í lokin. Það var það sem innsæði hann sá hann að gera. Já. Af því hann einmitt tala við Ed Harris þetta og hann segir, þú veist, að ef hann fer að debata, þú veist, við sjálfan sig, Casey, hann segir, þú veist, ef ég geti gert þetta aftur á, myndi ég ekki skjóta hann. Já, einmitt. En Ed Harris, hann er bara full on bara, þú veist. Fuck him. Já, hann sagði frá dæmi, Ed Harris kemur með svona löggusögu frá honum, þar sem hann enda á því að planta dópi heima og gæja og Casey Affleck spyr hvort hann myndi gera aftur, hann bara fucking A. Bara grjótarður. Já. Þetta er geggja kast líka maður. Já, geggja kast. Líka bara, það er eitthvað við svona The Streets of Boston, þetta er bara algjörlega. Þegar þetta er gert vel, sko, að manni finnst svona, þú veist, það er sem ég fannst Affleck gera rosalega vel, því hann er alltaf frá Boston. Já. Hann nær að mála svo rosalega svona þetta er svona glansmynd af skítuðum bæ. Ég held líka að sérstaklega í Gone Baby Gone, ég held að hann hafi ráðir á svo marga sem voru ekki leikarar. Já. Bara einhver áhugaður andlit og svona ekta fólk sem áferð á sjálfur myndinni, sko. Það gefur henni þetta svolítið svona raunveruleika. Já, þetta er alveg raunveruleika, sko. Svo líka, þessi myndi líka með ógeðslega gott title drop. She's gone, baby.
Gone. En hvernig finnst þessi titill? Titillinn? Gone, baby, gone. Geggjaður. Já, það er cool í... Hver segir þetta til myndinni? Það er hann dópsalinn. Já, sem hitt af svona frekar stæmi myndinni. Já, hitt hann á miðjupunktum. She's gone, baby. Gone. Já, þeir enda á því að hann deyr hann þegar þið feika dauða stelpunar. Þeir ætla að koma sér frá hann. Já, einmitt. Og ég þarf að horfa aftur á Gone. Hún er geggjuð, sko. Ég hafði bara ekki tíma til þess að horfa á hann aftur með. Hún er ógeðslega góð. Djöfull, ég held að ég kem eitthvað svona þvílið og óvart bara, Óli er aldrei með Gone, baby, gone. Og ekki það að ég held að hún myndir ekki fíla hana. Ég bara, hún er dettið þess ekki í hug. Ekki sjens. Ég þarf núna að vinna í backupinu. Þú er að vinna í backupinu. Erum við ekki búin með, Óli, ég held ég gera þetta túpartur. Ok. Og ástæður því að ég nenni ekki að rössi gegnum þetta, við eigum eftir að slatta myndum. Já. Það er svo gana að spjalla við þig og ég bara, ef þú ert til í það, þú ert svo vanur í túpartur. Við getum aldrei drullast að gera stutt á þætti. Hvernig líst þér á það? Ég er opinn fyrir öllu. Ertu game í það? Eigum við getið 3? Varst þú ekki búin með 2? Jú, ég er búin með mínar nummer 5 og 4. Já, ég líka. Tökum okkur bara smá pásu, við erum konum í rúman 1,5 tíma hérna. Það er líka gott, sko, að því eins og með hvernig einasta djöfisins fucking túpartur sem við gerum, þá, við fórum ekki inn í toppiki fyrir hann alveg, við komum 20 mínútur síðan. Það er svo gana að spjalla þig. Herru, tökum okkur smá pásu, ég gerir túpartur úr þessu og svo tökum við okkar síðustu 3 myndir. Já. Og mjög spennt að ræða það Óli, sjáumst bara eftir 5 mínútur og endilega þið sem eru að hlusta eða horfa þennan þá, tjekkja part 2.